Bara minna á það sem er að horfa að hljóðið kemur á klukkan 20:00. Við erum allir í símanum og þá erum við að deila á samfélagsmiðla, bara hlekknum að þættinum, þannig að Erum við í loftinu? Heyrðu, við erum live og við erum live. Jón Þormar er á Spáni Hola. og ég er Helgi Bjarnason. Sverrir Helgason er hérna með okkur Sælar dömur. og gestur þáttarins í dag er engin annar en Stefán Einar Stefánsson. Stefán Einar er siðfræðingur, blaðamaður, fyrrverandi formaður VR og er á mörgum talin besti spyrill landsins og umsjónarmaður spursmála, þar sem hann hefur skapað sér sérstöðu með beinskiptum viðtölum og krefjandi spurningum og litlum áhuga á innantómum og merkingarlausum svörum. Hann hefur sterkar skoðanir, tala tæpitungulaust og ég myndi persónulega lýsa þér kannski sem svona pólitískri fallegsi, svona sérstaklega fyrir síðustu kosningar. Og Aðrir kallaði náttúrulega siðlausa siðfræðingin. jú, Mjög gott. Guðlausa guðfræðingin. Já, Já. Það má, þetta er ekki mjög gott. það má öllu gefa nafn. velkomin í þáttinn. Takk fyrir kærlega, gaman að vera hérna með ykkur. Herðu, hvað er að byrja? Viljum við byrja á hryðjuverkamálum eða? Já, mér finnst vera komin inn fyrst þessi sýknudómur kom þarna á föstudaginn og það hefur nú ekki verið mikið fjallað um hann og ég get alveg ímyndað mér sko ef að öfugt hefur verið að dæma þá tvo Sindri og Ísidór í Hæstarétti á föstudaginn þá hefði verið bara fagna með pomp og prakt allavega niður í eftirleiti og enda voru þessir fjölmiðlamenn búin að leggja mikið af sínu bara kapitali í það að þeir væru dæmdir og voru búin að taka á lífi löngu fyrir þetta og þú veist, ég held að sé svo sem engin ástæða til þess að fara að ræða eitthvað svona lagateknilega atriði eða eitthvað svona fyrir eitthvað teknilega, mér finnst bara áhugavert að pæla í þessu og sérstaklega líka í stöðu hennar Sigríðar sem bara ríkissaksóknara og bara kannski hvað þér þykir um þetta allt saman. Já, hvernig horfir þetta við þér? Þetta er málið þetta sem að skók samfélagið. Sannarlega, fólki var mjög brugðið þegar að þetta kemur upp og fréttaflutningurinn laut auðvitað því að menn hefðu haldlagt skotvopn og áætlanir að koma saklausum borgurum fyrir Katanef og það er ekki skrítið að saklaus samfélagi eins og okkar hrökkvi við þegar slík tíðindi berast og þetta var dálítið í anda þess sem að yfirvöld, ríkislögreglustjóri og fleiri höfðu svona gefið til kynna að ógnin sem að okkur steðjaði væri heldur innanfrá heldur en utanfrá og að hún tengdist mögulega og kannski ekki síst uppgangi hægri öfgamanna.
Þannig að þarna svona kom síðasta púslið í þá mynd og menn sögðu dálítið hér er komið fram málið sem að yfirvöld voru búin að halda fram að væri en við kannski trúðum ekki vegna þess að þessi ógn hefur að mestu leyti í Evrópu verið á hinna röndina, þar að segja að þau hryðjuverk sem hafa verið framin í lang flestum tilvikum eru vegna ytri ógnar, þar að segja vegna innflytjenda, vegna íslamista, manna með tegn ISIS. 90% íslamista. Ég myndi halda það, menn auðvitað benda á móti á hið hryllilega og skefilösa hryðjuverk Anders Behring Breivik í Noregi sem einhverja sönnun þess að þetta sé ekki síður ógn innanfrá. En staðreyndin er svo að lang flest af þessum hryðjuverkum sem við höfum horft upp á í Þýskalandi, Belgíu, Bretlandi, Spáni og víðar kemur einmitt úr hinnum ranninum. Höfðatölureikningur og svona meðaltalsreikningur á svona ýmsum glæpum er ekki mjög sterkur hjá þessum hópi sem stýrir umræðinni? Nei, og auk þess er svona innbeigð viðkvæmni hjá fjölmiðlum og öðrum af ótta við að stimpla tiltekna þjóðfélagshópa og annað. Þannig að leið og menn taka þá umræðu eða fara með hann á stað að þá eru menn stimplaði sér rasistar og fasistar og nasistar og allt þetta. Já, tölfræði er útrúlega rasíska staðana. Já, tölfræðin er ótt sökuð að vera rasist, en hún er hlutlaus, hún talar bara sínu máli og hún birtist til þess í fangelsunum hjá okkur. Nú er komið niðurstaða í þessu máli og þarna vegast auðvitað á ýmsir hlutir. Eitt lítur auðvitað því hvað menn er að gera í persónulegum samskiptum sín á milli. Og það þekkja allir vitiborðnir menn hversu góðir sem þeir eru. Að fólk tjáir sig með einum hætti í lokuðum hópi fólk sem það treystir heldur en það gerir opinberum vettvangi. Og það var eitt af því sem að mér þótti mjög merkilegt að verða vitnað í hennu fræga klausturmáli, þar sem menn fengur sér aðeins svo mikið neðan í því, töldu þó að þeir sætu í þröngum hópi þar sem ekki væri leið á hlerið og hvað þá verið að taka það upp og menn voru dæmdir, jafnvel hálshognir í þeirri umræðu eða þar sé kjölfar þess að þetta mál komu upp, eins og að menn hefðu verið að láta þessi orð fallar hennilega bara ræðustóli alþingis og allskyns heilagt fólk sem að sagði að það hefði aldrei látið nokkuð viðlíka út úr sér og ég veit ekki hvað og hvað. Bara algjör vitleysa sko. Jafnvel sama fólk og síðan svo ég nefni nú bara Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseti Alþingis, inn í þingsal kallar minnihlutan í þinginu sem þarf að stóla á hana sem sinn forseta, rétt eins og meirihlutin, helvítis andskotans djöfulsins pakk og sagðist ekki þola þetta fólk. Það var þó hlutur sem var látið falla inn í þingsal í hérna hljóði. Ég held reyndar að hún sé að fá taugafall. Já bara svona með við svona þegar maður sér, þú veist, maður horfir á hann upp í stólnum sko. Ég pínlítið vona það svona það er að fjara undan þessu sko. Ég væri því ekki að fá taugafall ef þið væri forseti þingsins í þessum aðstæðum. Spurning sko. Það er ekki allir svo Birgir Ármannsson sem situr þetta bara af sér í 200 ár eins og hann gerði þarna. Já, en þetta er kannski svolítið áskapað þarna svona, ákveðið sjálfskapað víti sko. En þú hefur svolítið verið að reyna að fá þessar konur sem að fara hérna fyrir ríkisstjórn til þenni viðtöl, það var ekki gengið vel. Nei. Það þór ekki að koma til þín eða? Ég kann að hafa einhverjar hugmyndur það. Þetta eru allt einstaklingar sem að hafa komið í viðtöl til mín, Kristrún Frostadóttur og Þorgerður Katrín og það hafa 2 ráðherrar mætti viðtal í núverandi ríkisstjórn eftir kosningum Laug, það er Logi Einarsson og Hanna Katrín Friðriksson. Afskaplega góð og upplýsandi og að mínu mati vöndu viðtöl sem að voru þeim bara til sóma. Þó ég hafi tekið hart á þeim og við tekist á spurningar sem að lutu að viðkvæmum málum sem að varða þeirra málaflokka. Kristrún og Þorgerður og Inga Sæland sem eru leiðtogar ríkisstjórnarinnar hafa hins vegar ekki viljað koma. Þær hafa neitað að koma þrátt fyrir ítrekkaðar beiðnir en svona samskiptin þarum hafa verið dálítið mismunandi. Þær svara seint og illa og til að upplýsa hlustendur þá er það nú þannig að stjórnsýslulögin okkar þau kveða það að þegar að borgararnir senda fyrirspurn á stjórnvöld þá ber stjórnvöldum að svara þeirri fyrirspurn innan 2 vikna.
svarið getur verið, ef við náum ekki að svara efnislega innan 2 vikna, en við munum gera það síðar, en það þarf að bregðast við þannig að fólk sé ekki í myrkri, þannig að þú sért ekki lendi því samskipti stjórnvöld og þú skrifir bara út í tómið. Og það á við blaðamenn eins og aðra, þeir eiga rétt á því að fá svar, ekki endilega efnislegt en viðbragð. Og ég get ekki gert kröfu til þess að þessar ágætu konur mæti vita til minn, þeim ber engin lagalega eða siðferðislega skylda til þess, þær meta það sjálfur hvort að það komi sér vel eða illa fyrir þær, en þær verða að svara. Og þessi svör hafa verið dræm og í sumum tilvikum, sérstaklega tilviki Þorgerðar Katrínar, þannig að ráðuneytið hennar og hún hafa marg sinnis brotið þessi stjórnsýslulög. Það hafa látið mánuð líða frá því að fyrirspurn hefur borist og ítrekkanir þarum og þar til við hafa svarað. Og reyndar hann Þorgerður Katrín þannig á bananahýðinu í liðinni viku og hún mætir í viðtala á föstudagsmorgunin í bítun á bylgjunni og fer eitthvað neina fabúleira það akkur hún sé ekki að mæta og segir þetta svona hluti til svona einhver stríðni í myndgarð og eitthvað slíkt og segir svo en ég svara honum nú alltaf. Þá, þetta er merkilegt að þá hafði hún ekki svarað fyrirspurn frá mér sem ég hafði sendt á hana 18. maí fyrst og ítrekkum 28. og 9. júní en svona það byrð klukkutíma, 1,5 tíma eftir að viðtalinu lauk þá kom svar þar sem hún hafnaði viðtali og mín kenning er svo að aðstofamenn hennar eða ráðuneytisstjórinn sem hafa verið inn í þessum samskiptum hafa hlustað á viðtalið, heyrt hana fullyrða það og hún svaraði alltaf sem er ósatt og hún hafi verið drifin í það eða einhver fyrir hennar hönd að svara beiðninni. Það vil reyndar síðan þannig til á þess að ég vilja kannski fara persónulegun í hlutina að ég var staddur í góðu ammæli, 50 ammæli á föstudagskvöldið þar sem ég var að stýra góðri veislu og þar var umræddur á þeirra á staðnum og hún kom þarna til mín og við skáluðum létt og spjalluðum og ég vitnaði við og vist að þá fullist hún að hún myndi nú koma fyrir 29. ágúst í þáttin. Þannig að við höfum vonað góðu ef hún stendur við það. Ef hún stendur við það. Maður hefur nú sagt ýmislegt í glasi í gegnum tíðina. Já, ég hef bara verið þokkarlega edru og hérna ef að fólk eitthvað stressað fyrir því að koma í þáttendum þá getur það að skvett í sig 1-2 áður til að róa töðarnar. Segir Þorgerður Katrín ekki flest í glasi? Er það ekki orðrómurinn allavega? Ég ætla ekki að selja það dýrar en ég keypti það svo. Ég þekki það ekki. Ég hef aldrei haft annað en bara góð kynni af Þorgerði og þótt hún öflugur stjórnmálamæður og hún er einn af þeim stjórnmálamæður sem ákvað auðveldast með að koma sér í gegnum erfið viðtöl. Hún er ábyrrandi. Já, og hún auðvitað og ástæð þess að þær vilja ekki koma er að þær fá annars konar spurningar og annars konar aðhald í spursmálum heldur en á sprengisandi eða í bítinu eða í kastljós eða hvað það er. Og jú, það er rétt sem Þorgerður segir, ég hef ákveðna skoðun á hlutunum og í mörgum tilvikum er ég ósamála Þorgerði Katrínu, þá við stóra máli sem nú er uppi Evrópumálin og hún svona leiðir því lík svona veltir því upp hvort að það sé mikið unnið með því að mæti viðtal til mann sem hefur sterkar skoðanir og ég hef. Og þar er svarið augljóst, já það er kannski ekki endilega allt unnið fyrir hann en það er mikið unnið fyrir kjósendur og fólkið sem hefur treyst henni fyrir þessu mikilvæga ráðuneyti sem utanríkisráðuneytið er. Hún eins og margir hafa látið því liggja það sé ófaglegt að maður í minni stöðu hafi sterkar skoðan á hlutunum. En staðreyndin er svo að ríkisútvarpið og starfsmenn þess eru ekki hinn endanlegi mælikvarða fagleg vinnubrögð. Því höfum við fengið að kynnast æjón í og ég held að fleiri og fleiri sé að opna augun fyrir. Ég held að við mætti skjóta einn að þið á mokkanum, þið mætti vera miklu hlutir að þeirri. Því við erum með alla meginstjórnsmiðla á Íslandi sem það er gríðarleg svona frjálslindis vinstri slagsíða, allstar, hvað sem þú ferð. Þú kæmist aldrei upp með að halda upp eitthvað svona íhaldsum skoðunum á ríkisútvarpinu, það væri bara bakslag og þetta væri bara áfall fyrir alla minnihlutahópa og allt sko og ég gagnrýni mokka mikið og það er alltaf út frá þessu, það er lippaskapurinn í mokkarum, ég finnst. Já, ég er algjörlega ósamálaður, þar að segja ég held að það sé ekki við hæfi að við séum hlutræg og að við megum vera hlutrægar við eigum að vera hlutlæg í frétta umfjöllun okkar. Ja, en þið standið samt fyrir ákveðnum sjónarmiðum. Já, fjölmiðl er margt. Morgunblaðið eru minningagreinar eins og margir minnast á og
afmælisgreinar og Morgunblaðið Sudoku þrautir og fréttir úr þjóðlífinu þar sem börn eru að slá einhver met í tombólu söfnun og öðru slíku og svo fréttaflutningur sem að megin þungi þess sem Morgunblaðið stendur fyrir og þar þurfa menn að vera hlutlægir og þar þurfa menn að vera vandaðir og kunna alþjóðlega viðurkennt vinnubröð þeim efnum. Mér finnst bara að vera sami frjálslyndis bæjas hjá Morgunblaðinu og hjá Ríkisútvarpinu og Vísi í mörgum tilfellum. Já. Í sérstaklega í umræðu alþjóðamál, til dæmis allar fréttir AFD, hef ég bara tekið eftir, það verður svo sem líka umfylgir mig, sko, og það sem að, það bara svona libbaskapur, sko. Já. Ég veit að þú hefur óbeitt á, sko, en hitt atriðið sem að skiptir máli og menn ger ekki greinamun á fréttunum og síðan skoðunum blaðsins, það er að segja leiðarar Morgunblaðsins, staksteinar Morgunblaðsins og Reykjavíkurbréfin, þau lýsa skoðun, Morgunblaðið hefur skoðun á hlutunum og þetta finnst fólki algjör góðga og bara menn fróðu fella hér dagana langa inn á samfélagsmiðlum sérstaklega yfir þessu. En ef þetta fólk gæti einhver tíma rekið höfuð upp úr moldarskáninni hér upp á Íslandi og litið þessi við svið og skoðað hvernig helstu fjölmiðlar starfa, þá er það nú þannig að flestir öflugi fjölmiðlar hafa skoðanir, þeir skrifa leiðara og í ofanulag og það er að færast í aukana að þá eru þeirra öflugustu fjölmiðlar blaðamenn og ritstjórar líka að tjá persónulega skoðanir. Ég tek oft dæmið af Economist sem það er svo gott dæmi vegna að segja gegnum það langa skeið sem það blað hefur komið út, þá hafa fréttir og leiðarar aldrei verið skrifaðar undir nafni. Ekki einasta frétt, margir mjög öflugir blaðamenn sem vinna þar, en allar fréttir eru bara í nafni Economist. Núna er þetta breytast, sérstaklega með þessu Insider-programmi sem þeir halda úti, þess að ritstjórin á samt fréttastjórum helstu sviða, tjá skoðanir sínar mjög blákalt og eiga debatt við, til þess, ég held að verið annað viðtalið sem að Beddoes ritstjóri tók, var við Steve Bannon sjálfan, þau bara fóru bara í gen ljónsins í Bandaríkjunum sem að þau eru algjör ósamála, geggjað viðtal, mikið klass og flott samtal. Martin Wolf sem held ég að flestum talin virtasti viðskiptablaðamaður í heimi, leiðir svona þungvægustu skrifin á Financial Times, menn bíða í ofvægin eftir skoðanapislum hans og hann er að lýsa skoðunum sínum á pólitík og viðskiptum, efnahagsástandi og alþjóðamál. Þannig að, eins og ég segi, ef að þetta fólk myndi aðeins reyna að víkka sjóndeildarhringinn og átt að segja því hvernig veröldin virkar, í stað þess að gera Morgunblaðið einhverju grílu sem að það alls ekki er, ef að Morgunblaðið væri svona ómögulegt og hefði neitt alltaf, og þetta menn segja, Morgunblaðið var svo gott þegar Styrmir var þarna ritstjóri, hann var harðastur af öllum hörðum mönnum á sínum tíma í að taka á fólki pólitískt. Morgunblaðið hefur verið til frá því í nóvember 1913 og verið mikilvægast í fjölmiðill Íslands frá 1913 að því að það hefur stundað fagleg en ákveðin vinnubrögð og því hefur ekki orðinni breyting. En ertu samt ekki að vísa í gagnrýni sem kemur þá frá frjálsynda vinstrivengnum? Ég er að tala bara að mér finnst þið verða, eða þú veist, ég bara horfi á bara fréttaflutning frá Morgunblaðinu og ég er bara að sjá sömu þeir að taka upp til dæmis orðfæri frjálsynda vinstrisins. Þeir að nota bullhugtökin sem að rúvararnir að finna upp á, talandi eitthvað bakslag, eitthvað bull, bara eins og bara fréttaflutningum eins og ég nefndi með AFD og ég er að tala um vinstri slagsíðu á Morgunblaðinu í einhvern veginn og ég held að þetta sé mögulega að menn séu einhvern veginn að gefa undan þessari gagnrýni sem þú ert að tala um, sem er ekki réttmætt, af því ég meina, væri ekki alveg eðlilegt að við værum með einn fjölmiðil á Íslandi sem myndi halda uppi alvöru íhaldshægri sjónarmiðum og vera ekki svona afsakandi í því af því að allt hitt er bara vók og gay. Ég held að Morgunblaðið gerir það og svo lengi sem að við erum með þig brjálaðan frá hægri og Hallgrím Helgason brjálaðan frá vinstri, þá erum við allsæl. Munurinn á Morgunblaðinu og til Ríkisútvarpinu er sá að við erum með fólkið beggja vegna víglínunar alveg brjálað. En Ríkisútvarpið er bara með hægrið brjálað en vinstrið klappandi og í mörgum tilvikum bara á einhverju verktakarlaunum frá RÚV. Það er ekkert að fara að gera mér til geðs. Já, það segir okkur að sögu. Já, ég held að svo lengi sem að við erum með, og ég man þetta því ég var í Vaffer og við vorum að ganga frá stórum kjarasamningi 2012, að besta niðurstaðan er svo að atvinnurekendur og fulltrúar launþega
gangi frá borðinu jafn brjálaður yfir niðurstöðu málsins. En svona Ef annar aðilinn fer brjálaður en hinn allsæll, þá hefur eitthvað mistekist. En svona heilt yfir í fjölmiðlum, þú taki MBL, þú veist, út fyrir svega, þá finnst manni að skoðanapistlar sem fréttir hafi meira litið dagsins ljós á kostnað einmitt þess að menn séu hlutlausir í fréttaflutningum sjálfum. Og ég tek undir með þér sko að leiðarar og annað, Reykjavíkurbréf eða hvað það heitir, sjálfsögðu að það vera pólitískt, það bara hugmyndin bakvið og menn þurfa að gera greinamun á skoðunapislum sem að koma þá frá, þú veist, þetta var málgagn og málgagn Sjálfstæðisflokksins og það er eðlilegt. Morgunblaðið það ekki. Ekki lengur, það var það á þessum tíma. Morgunblaðið var aldrei málgagn Sjálfstæðisflokksins eins og Tíminn eða Þjóðvilja voru. Nei, Morgunblaðið hefur allir tífið í eigu bara einstaklinga sem að hafa sannlega alls borgarleg gildi og það hefur verið náinn tengsla milli, menn að Bjarni Benediktsson var ritstjóri Morgunblaðsins og var síðan ráðherra og síðan forsætisráðherra og þá söguðu þekkju alla, en það var eðlis ólík tenging þarna milli miða við hinn blöðin og það er held í ástæði sem Morgunblaðið lifði af en hinn ekki. Já, ok. Ég tók því alltaf þannig að það hafði bara raunverulega verið yfirlýst. Nei, það er ekki svo. Það voru náinn tengsl. Nei, auðvitað er það ekki tilvílun og það er til dæmis sagt þegar maður segja blaðamenn eða ritstjóra Morgunblaðsins, þeir eru hérna handbendi útgerðarinn og eitthvað svoleiðis. Það er fólk sem að stendur á útgerð sem á Morgunblaðið. Það ræður til sín ritstjóra sem að það treystir og telur að hafi réttar skoðanir. En þeim þetta aldrei í huga ráða til starfa einstakling sem að stæði bara og sæti eftir þeirra vilja. Þú myndir aldrei vilja hafa ritstjóra sem að væri þeirra gerðar. Hann myndi aldrei geta valdið hlutverki sínu. En það vill svo til að þetta fórustu fólk á vettvangi Morgunblaðsins hefur haft trú á því hvernig menn hafa byggt upp sjávarútveginn á Íslandi og hví skildu menn ekki hafa trú á því? En það hefur það tekist. Okkur hefur tekist að byggja upp sjávarútveg á Íslandi sem er mjög arðbær og hefur skilað gríðarlegum tekjum í ríkissjóð og verðmætu störfum, hæstlaunuðu sjómenn í heimi á Íslandi. Er það til marksum spillt eða ónýtt kerfi sem að þurfa að brjóta upp? Meiri hluti gjaldeyristekna Íslendinga kemur frá sjávarútvegi gerði það lengst af. Já, þetta er ein af 3 stærstu gjaldeyrisskapandi greinum landsins og hefur verið í gegnum tíðina þegar aðrar greinar hafa mist flugið, þá er sjávarútvegurinn staðið í lappirnar og sjávarútvegurinn bjargað okkur ásamt ferðaþjónustunni í bankarhunum. Þannig að ég spyr bara sko, trúir fólk í alvörunni að þetta kerfi sé allt gjörspillt og ónýtt og ógeðslegt? Fyrst að þetta er sagan, þetta tala sínu máli, eða skoðið skipakostin, rekstratölur fyrirtækjana sem að mörg verður núna komin í kauphöllina og almenningur á stóran hluti annarkot sem hluthafar eða sem eigendur að réttindum í lífeyrissjóðakerfinu. Ef þetta væri allt svona ömurlegt eins og reynt að telja okkur trúum, þegar Dagur B. Eggertsson að tala spilta útgerðarauðvald. Öll kerfi sem eru spilt, þau molna niður og eyðileggjast. Það gerist í Sovétríkjunum, það er að gerast í Rússlandi, það er að gerast í Hvíta-Rússlandi, það gerist allstað þar sem að menn fara út af sporinu og það hefur ekki gerst hér og sem betur fyrir hafa menn haft vit og dug til þess að standa vörðum þetta kerfi. Það er ekki mörg önnur lönd sem að skila hagnaði þegar það kemur að sjávarútvegi eða sjávarútvegsstefnu. Nei, það er flest, eiginlega öll ríki heimsins eru með ríkistyrtan sjávarútveg og við erum til dæmis að keppa við mjög öflugan sjávarútveg í Noregi sem er rekin með miklum sóma en sá er til dæmis munurinn á okkur og þeim að þar greiða menn ekki auðlindagjald. Það þykir einhver óbúslega góðgáð hér að menn borga ekki 20 milljarða, það er sem að þetta fyrirtækin er að gera nú þegar, en menn telja og það er verið að færa rök fyrir því að auðlindagjaldi er bara að vera allur hagnaðu greinarinnar. Veitu hvernig á þessi grein okkar sem er að selja fisk í samkeppni við önnur lönd, hvernig á hún að geta staðið þetta af sér ef við ætlum að skattleggja allt í drep? Þá gera þetta nú með bankakerfi. Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar, segir þeir eru sjáðu bankana, þeir eru að skila hagnaði, við getum alveg tekið að þeim skatta. Íslenska bankakerfið er nú þegar að borga margfalt hærri skatta heldur en bankakerfið til dæmis í Svíþjóð, í Noregi og Danmörku sem við berum okkur saman við.
og hvernig halda menn að þetta endi? Auðvitað greiðum við neytendur að herri þjónustugjöld og annað þegar að atvinnugreinin er skattpínt langt umfram það sem gert í öllum öðrum löndum. Þetta er alveg glórulaus hugsunarháttur að það sé hægt bara sífellt að kreista meira og meira út úr atvinnulífinu án þess að það hafi áhrif á samkeppnishæfnina alþjóðlega, þar sem við erum að reyna að selja vörur í samkeppni við aðra þjóðir, eða þar sem við erum að reyna að tryggja það að almenningur á Íslandi njóti þjónustu eða geti keypt vörur á hagstæðu verði. Áður ég hendi orðinu yfir til Jóns, þá langar mig að taka hérna eina spurningu í framhaldi að þessu að því að Dagur B. Eggerts, þú nefndir hann á nafn og hann er svona, kannski sá maður sem er svona lengst frá þættinum í skoðunum, en sko hann er verið að tala að það sé 5 fjölskyldur sem eigi 80% og allt þetta og reynir að vega svolítið að sjávarútveginn með þessum hætti. Þegar að jöfnuður er skoðaður milli Íslands og hins vegar Evrópusambandsins sem að hann er mikið að mæra, að þá er miklu meiri jöfnuður á Íslandi heldur nokkuð tímann í Evrópusambandinu. En hverju svarar þessari gagnrýni til dæmis dags? Ég veit ekki hvort það sé ástættur að svarni. Það eru fjölmargar fjölskyldur í Íslandi sem að eiga orðið miklar eignir vegna sem að þeim hefur tekist að byggja upp öflug sjávarútvegsfyrirtæki. Og ég held að það sé gott. Mér finnst það jákvætt þegar fólki gengur vel. Og það er mikilvægt að átta sig á því að það eru mörg útgerðarfyrirtæki og margar útgerðarfjölskyldur sem hafa líka mist allt sitt af því að þau hafa gert mistök í sínu rekstri eða verið óheppin eða eitthvað þeim dúr. Þannig að þarna eru dæmi fyrirtæki og einstaklinga sem að hafa náð eftirtektarverðum árangri og spurningin er þessi: ef að menn ná eftirtektarverðum árangri, ná að gera hlutina með nýstárlegum hætti eða á þann hátt sem að öðrum tekst ekki, eiga menn ekki að njóta ávaxtan af því. Ég setti mikil spurningamerki við það þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fór að skrifa pistla undir lok síðasta árs í Morgunblaðinu og hefur reyndar ítrekkað það skoðanir að mesta ógnin við kapitalisman í heiminum séu hinnir ofurríku eigendur tæknirisa fyrirtækjan í Bandaríkjunum og er þá vísi Elon Musk og Jeff Bezos og slíka. Þetta eru menn sem hafa með ótrúlegri hugkvæmni, hörku, í bland við heppni, náðu að breyta heiminum til betri vegar. Elon Musk meðal annars í gegnum Tesla fyrirtækið, orkuskiptin, í gegnum SpaceX þar sem að menn er að vinna tækni afreg, gegnum Neuralink, The Boring Company og fleiri. Já, ég gæti ekki tekið meira undir þetta sko. Nei, og spurningin er bleið þessi, og þetta er þetta zero-sum vandamál sem að fólk er svo heltekið af. Menn sjá, nú á Elon Musk 10.000 miljardar eða hvað þetta er orðið, sem er mjög afstæðatölu, þetta er allt peningar sem eru bundnir í fyrirtæki sem er að skapa verðmæti fyrir heimi, skapa störf og hagvöxt í Bandaríkjónum. Voru þessi peningar teknir af einhverjum? Lágu þessi peningar inn á bankabók eða í fjölskylduauði eða einhverstaðar annar staðar? Þetta eru peningar sem hafa orðið til úr engu og Bandaríkin hafa orðið ríkar og ríkar og ríkari sem samfélag út af mönnum sem að hefur tekist þetta. Og bara því að menna að tala mikið Evrópusambandi og hvað það verið stórkostlegt fyrir okkur að komast þar inn, að þá er það þannig árið 2008, fyrir ekki svo mörgum árum, hvað eru það? Núna er það komin 18 ár síðan. Þá var þjóðarframleiðsla Evrópu nánast á pari við þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna. Núna munar svo miklu að þjóðarframleiðsla Evrópu er í kringu 60-65% af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna. Og á sama tíma hafa Kínverjar tekið fram úr Evrópusambandinu. Já, og flesta reyndar fátækari svæði heimsins eiga auðveldara með að sko ná þessu stökki sko. Jú. En Bandaríkin voru á sama stað, þannig að ef að menn voru að byrja á svipuðu nótum. Og þetta er, og núna sjáu þið síðan vinstri mennina þegar menn segja, sjáu þið, Evrópa er að verða eftir á. Og þetta það er að draga eða skilja milli og þetta mun koma nýr lífsgæðum Evrópu. Þá sem nei, sko, lífsgæði verða ekkert bara mæld í einhverju þjóðaframleiðslu. Þau eru bara mæld þannig, sko. Já. Við getum bara ekkert reist hátækni sjúkrahús eða keypt líftæknilyfin eða haldið uppi vörnum eða byggt upp skólakerfi eða hjálpað öryrkjum
nema hér sé þjóðaframleiðsla með því besta sem gerist. En við erum líka að eiga við pólitíska hugmyndafræði sem að bara vinnur að því, þetta bara resentiment eins og Nietzsche lýsir í, sem vinnur að því að rífa niður og eyðileggja af því að þú veist, í raun að taka hana drottnunar vilja úr Evrópumanninum og að því að menn trú ekki lengur á hierarkíu, menn halda að það sé einhver tilviljun að Evrópumaðurinn og bandaríkjum, Evrópumaðurinn fyrir bandaríkjuna, menn halda þetta sé einhverjar tilviljanir, hvernig staðan í heiminum og svo farið í að reyna að jafna þetta, þannig að það ekki bara það að þeim sé alveg sama, þeir vilja þetta og þetta bara, flesti vinstrimenn bara horfa á þetta bara ágætt og þeir algjörlega til að vera undir náð annara framandi þjóða komnir, bara þó að það séu einhverjar aðrar þjóðir og þeir bara treysta því að þeir verði jafn góðir og þeir eru sko. Af því að þeir skilja ekki mannlegt eðli, þeir skilja ekki þetta fallna, spilta eðli mannskepnunar, af því að þeir búa bara í Disneylandi og það búa að draga allan drottnunarvilja úr Evrópubúanum og bara búa til eitthvað SSRI vínabrauðsfíkil sem að auðvitað er hann frá að dragast aftur úr og á endanum þá munum við bara vera undir náð annara þjóða komin ef þetta heldur svona áfram eða annara heimsvelda komin af því þetta þú veist Vesturlönd verða að hruni komin á endanum þetta heldur svona áfram en, Ég held að við að fara svolítið ítarlegar í það fyrir mig kannski í Draghi-skýrslunum og eitthvað svoleiðis en mér langar að henda boltanum yfir til Jóns það er búið að brenna á honum að spyrja í smá tíma Já, ég ætla að byrja á að skjóta því inn með þetta þið voru að ræða tölfræðin á hann við og það eru næstu í öll lönd hægt að halda ítarlega tölfræði sem þau gerðu áður sem að kemur að þeir halda utan ríkisfang manna og þjóðerni og annað sem að brjóta af sér. Þessu var hægt út af það var ekki vinsælt í ákveðnum hópum. Ég varð að skjóta því að vegna þess að samkvæmt mínum heimildu þá til dæmis allir stóru miðlarnir á Íslandi reiða sig á ákveðna fréttaveitur sem eru AP og Reuters ég man ekki einhver eini viðbót þegar kemur að erlendum fréttum. Og það er bara stofur sem eru rosalega litaðar að mínu mati og það kemur rosalega sterkt inn þess vegna finnst mér Stefán var að nefna með Morgunblaðið og sem sagt að gera vinstri mennin og hægri mennin að brjála það líka. Það er náttúrulega gott en á sama tíma finnst mér að vera alltaf vinstri mennin alltaf brjálaðir út af þessu sjávarútvegsdæmum en mér finnst, svo Sverri var að benda á, ég er sammála honum með það að þegar kemur að þessu svokallaða menningastríði hafa allir stóru miðlarnir farið að mínum mati allt og langt til þess að geðjast eða ég veit ekki hvort það er til að geðjast eða til að sleppa við gagnrýni og mér finnst MBL hafa verið sekir það líka þegar kemur að þeim parti þessi rosalega óbeit sem að hinir hafa á MBL tengist þessu sjávarútvegsdæmi sem að Stefán var að koma inn á og ég væri til í að sjá MBL stíga bara algjörlega út úr því, hætta að nota orðið svo kvár og eitthvað svona kjaftaði, bara svona, en það er bara mín skoðun á þessu máli. Og ekki líka, ef ég maður skjóti inn í, ef við erum bara raunverulegir hægrimenn, ef bara moggamenn eru raunverulegir hægrimenn, að þá væntanlega halda þeir og trúa þeir að þessi hægri hugsjón sé rétt. Þannig ég skil ekki af hverju ætti það að vera jákvætt ef þú trúir því að hægri hugsjónin, íhaldshugssjónin eða frelsishugssjónin sé hinn eina sanna og rétta, hvers vegna myndir þú vilja fá gagnrýni frá þeirri hlið líka? Já, það er vegna þess að þetta er alvöru fjölmiðil Morgunblaðið vill auðvitað kalla fram öndver sjónamið og það er vöndu sama hversu vondu eru já. Bara, já. Þessi frjálslyndir sjónamið sem eru gjörsamlega er að rústa öllu á Íslandi það sem bara ollu því að við verum að taka við bara fólki frá Sómalíu og sem eru bara leggjast á kerfið og þetta er bara frábært, við bara verið að transa börn og þetta er bara gott ég skil þetta ekki það er partur af þessari Nei, það er ekki afstæða Morgunblaðs Morgunblaðið flytur fréttir og ræðir við fólk úr öllum kemur samfélagsins og Morgunblaðið væri ekki til í þeirri mynd sem það er í dag og hefði verið frá 1913 ef við hefum tekið þessa línu sem að Tíminn og Þjóðviljinn og Alþýðublaðið og slíkir aðlar gerðu allt og lengi. En þið voru ekkert á þessari línu bara fyrir 2010, það voru þið ekkert á þessari línu. Þið væruð aldrei að tala að þetta væri bara rosa gott, þessi útlendingastefna og eða þessi transmál og eitthvað. Þú ert bara að leggja okkur algjörlega orði munn þar Nei. Jú,
Morgunblaðið hefur ekki lýst neinni skoðun í þessa veru sem Nei, en það var En til þú dæmis ert að það var keyrð í gegn á Íslandi galin útlendingastefna frá bara 2015 til 2025 og þetta var litla gagnrýni á Morgunblaðinu. Nei. Núna, jú, þú hefur staðið ágætlega, en Morgunblaðið sem heild hefur ekki staðið sér vel. Ef þú lest leiðara og þá línu sem Morgunblaðið hefur lagt í þessum málum, þá þarf þetta ekki að hafa áhyggjur af því. Davíð Oddsson var reynda mjög grimmur þegar ég var út í Svíþjóð 2016, ég hérna í nokkur ár, að þá var hann að skrifa frekar grimma línur gegn þessari útlendingastefnu á þeim tíma. Þú verður að gera greinamun, og það er það sem ég er að kalla eftir að fólk gera almennt, maður gerir greinamun á stefnu blaðsins sem er alveg skýr og blaðið þarf ekki að skamma sig fyrir og það stendst ekki skoðun sem þú heldur fram í þessu efni, og því að við flytjum fréttir þar sem að við erum að varpa ljósi á skoðanir ólíks fólks. Við tölum ekki bara við hægri menn úr þinginu. Við viljum fá þetta fólk í viðtöl. Jú, við getum spilað þetta aftur eftir hérna. Ég er alveg stálminnugur. Þú varst einmitt að kalla eftir því að við ættum ekki að vera að ræða við fólk sem var þessar skoðun. Nei, ég sagði það ekki. Ég sagði að þið ætti ekki að vera að halda þessum sjónamiðum á lofti, þið sjálfir. Þau getið tala við hvert sem er. Við höfum ekki haldið þessum sjónamiðum á lofti, en við höfum sannarlega rætt við þetta fólk og gefið þessu fólki plás, og það er það sem að Morgunblaðið, ég meina Ögmundur Jónasson. Gagnrýnislaust. Nei. Oft á tíðum. Nei. Bara þvert á móti. Ég held að við þurfum bara að vera sammálum að vera þó sammálum það. Já. Eins og svo gerist í þessu. En við getum kannski tekið annað sem er náskilt þessu, og það er til dæmis þegar að löggjöfavald fyrir að setja lög í kringu hvað má fjallum og hvað má ekki fjallum og fylgjast með fólki. Við sáum í Svíþjóð, þá hét Code 271, það mátti ekki fjalla minnihlutahópa með því að nafngreina og að segja frá þeim. Þannig að menn fóru yfirleitt að segja að þetta væru Svíjar, og þegar það var ekki talað það, þá vissu þeir að það væru útlendingar. Þið eruðum Íslendingin sem að setur núna í gæsluvarðhaldi vegna kókaínsmyggsins. Þannig til að hann er með 2-falt ríkisfang. Hið upprunalega er frá Albaníu, en hitt er ríkisfang Íslands sem hann verður ekki sviptur vegna stjórnarskrárvarnir réttar. Og þar brugðust stjórnmálamenn og reyndar flesti fjölmiðlar, það sem hét Stundin á þeim tíma, og maður velti fyrir sér nú þegar komir í ljós að þarna var verið að berjast fyrir ótíndan glæpamann og hann er tryggður ríkisborgararéttur þvert á þær reglur og þær ramma sem að Útlendingastofnun og stjórnvöld höfðu sett, og maður spyr sig með Jón Trausta Reynisson og Ingibjörgu Kjartansdóttur og Golla og allt þetta lið sem að fór hamförum í því máli, hvort þau sé ekki stolt yfir því núna að samlandið þeirra sem gengur í Íslands vegabréf skuli hafa verið að taka þátt í því að flytja hér inn þetta gríðarlega magn fíkniefna sem að hefðu öllu óbreyttu kostað mörg mannslíf. Þetta er það sem að við höfum búið við og þess vegna er rétt sem að haldið fram að við höfum verið með glórulaus útlendingastefnu og glórulausan áróður, og það er við dálítið mikinn Góliat að eiga. Ég ætla að fá að nefna annað dæmi frá því fyrir á þessu ári þegar að Morgunblaðið flutti sannar, réttar, nákvæmar fréttir af því að menn með tengsl við Hamas-samtökin hefðu komið að því að murka líftóruna úr ungum Íslendingi hér í bílakjallara í Reykjavík. Og að því var flutt frétt, dálítið mögnuð frétt og dramatísk Hamas-liða, og hvað gerði? Það var allt brjálað. Meðalans niður á Alþingi, sem Sigmundur Ernir Rúnarsson, rugludallur og alþingismadur fyrir Samfylkinguna, veður uppi, heggur í fjölmiðlinn á þess að það var nokkuð fyrir sér. Haldið áfram að gera það og brjála og höggvið í það tilbaka, sínir bara drottnuna vilja, sínir bara, við erum bara við ætlum ekki að sína neitt drottnuna. Sigmundur Ernir er bara einhver gömul fyllibittar. Við þurfum ekkert að hræðast hans, bara hjólið í. Við munum bara flytja sannar og rétta fréttir og við munum ekki láta þess að menn beigja okkur, en þetta er auðvitað þungur róður og það er og okkur er ekki komið til varna af mörgum. Það er, við stöndum dálítið berskjölduð í þessu og höfum gert í mörgum málum.
flutti til dæmis fréttir eða birti upplýsingar í þingkosningunum í nóvember 2024 af mönnum með tengsl við hryðjuverkasamtök sem að það komst nú, og þeir eru sett hér á Íslandi og eru hér enn og forrit sem voru notuð til að myndgreina þessa menn af myndum þar sem þeir höfðu farið mikinn inn á Gazasvæðinu. Og ég hef lent í því að hitta fólk sem að er alveg brjálað yfir þessu og vil meina að þetta séu bara einhverjir saklausir endurskoðendur og bílasalar. Það eru akureyringar. En það var svo enn annar mál sko, í Íslandsliðin sem var komið hér með stóra fjölskyldu og komið einbýlishús og okkar kostnað en var síðan fluttur með lögregluaðgerð úr landi bara í skjóli nætur þegar ljós kom að þetta var bara fjöldamorðing. Og þetta því miður bara fleiri og fleiri dæmi sem að Erla, Serdar Oglu og liði í kringum hana sem að einhvern veginn netti Bjarna Benediktsson til þess að senda einhverja flugvél eftir þessu liði ber ábyrgð á því að hér í landinu er stórhættulegt fólk sem við þyrftum að hafa gætur á en höfum ekki burði til vegna þess að löggæsluyfirvöld hafi ekki burði til þess. Helgi Magnús var hérna í viðtali hjá okkur fyrir áramótin og hann fullir til þetta að hann hafi talað við leyniþjónustu Ísrael að hvort það var einhver innan lögreglunnar sem hefði gert það og það var ekki Mossad, það er einhver önnur, ég man ekki nafnið á henni nákvæmlega, en talaði að hér voru tugir manna sem hefðu tengst við Hamas og fullir til þetta. Ég meina þetta er mjög háttsættur maður, hann aðstoð ríkissaksóknari í mann rétt á þessum tíma. Bara eitt dæmi úr þessum fréttaflutningi að ég byrti myndir þessum tveimur mönnum öðru tilvíkinu var það í viðtali við Svandísi Svavarsdóttur og í hinnu tilvíkinu í viðtali við Bjarna Benediktsson sem var þá forsætisráðherra og formaður þjóðaröryggisráðs og ég byrti myndina og ég segi Bjarni, hér eru bara menn á götum úti sem lögreglan hefur ekki yfir sín yfir og Bjarni segir, ég get nú fullyrt við þig að lögreglan hefur mun betri yfir sín yfir þetta heldur en þú lætur hér í veri vaka og ég gat ekki annað en tekið trúarleg ummæli sjálfs formans þjóðaröryggisráðs hvað það var þar. Ég held að það hefði verið klukkutíma eftir að þátturinn fór í loftið. Fékk ég símtal frá yfirmanni hjá ríkislögreglustjóra þar sem ég var vinsamlega beðinn að láta þessi gögn af hendi þar sem að útvega þeim þessi gögn sem að staðfestu þessa myndgreiningu. Þannig að ríkislögreglustjóri var algjörlega í myrkri það að þessir menn með tengsl við Islamic Jihad og Hamas væru stattir hér á landi. Þetta er gríðarleg öryggisógn við Íslendinga og hún kemur úr fleiri áttum. Ég nefndi Albanina. Hér Albanin sem að núna situr í gæsluvarðhaldi út af þessu kókainsmygli. Hann fékk í raun og veru ríkisborgararétt á grunni þess að hann hafði leitað hér skjóls af ótta við glæpaklíkur. Það kemur svo bara í ljós að hann er bara glæpaklíkan sjálfur. Og menn segja, hér gilda reglur frjálsaför fólks innan Schengen og svo eru sjónamið mannúðarsjónamið ef að menn telja sig í einhverja hættu annað í þeim dúr. Aldrei í slíkri umræðu eins og niður á Alþingi spurja menn þeirra einföldu spurningar hver réttur Íslendinga sé, hver er réttur minn og annara almennara borgara sem viðgöngu hér óvopnuðu göturnar sem betur fer. Eigum við ekki tilkallið þessa stjórnvöldin í landinu tryggi með öllum ráðum að hingað komi ekki ótíndir glæpamenn og miðað tölfræðina sem var við að tala hérna áðan og það sem við erum að sjá í þessu mál og fleirum og fleiri dæmum þá skil ég til dæmis ekki af hverju við erum að hleypa hér inn fólki frá Albaníu. Já, eða Palestínu eða Sómalí. Ég meina við erum að sjá greiningarnar frá Hollandi sem eru framkvæmdar ríkisstjórninni þar, mjög nákvæmar tölfræðilega greiningar af fagmönnum, saman þetta líka í Danmörku og þetta er ekki fyrsta kynslóð, þetta er ekki önnur kynslóð, heldur þetta er bara hver einasta kynslóð eftir að þeir koma inn sem að eru skattþegar en ekki borgunarmenn fyrir úr eigin vasa. Það er bara bóta þegar, já. Og þeir brjóta af sér margfalt á því það sem að gengur að gera, Þetta flytjum við inn og þetta leggst á samfélagið. Þetta er ömurlegt. Þetta átt að gera akkurat öfugt. Þessi innflutningur á fólki átt að koma
og að því að fæðingartíðin er búið að lækka það átti að koma í staðinn, það átti að fara að vinna vinnuna og það átti að borga innan Evrópu fyrir lífeyrisþegana sem að gátt ekki lengur unni fyrir sig sjálfur til þess að hafa sem sagt líffræðilegan píramída réttan. Og þetta hefur tekist í mörgu tilliti, þetta hefur tekist til dæmis á vettvangi eða okkar vettvangi með pólsku þjóðina sem að hinguðu sótt í miklu mjög öflugt fólk. Ég þekki fólk frá Ísland og Lettland og Litáin sem að hafa komið hér og lagt mjög drjúgan skerf til Íslands samfélags, vinnusamt fólk og bara svo ég leiði nú aftur umræðun að Evrópusambandinu. Pólverjar hafa haft mjög skýra stefni í þessu. Þeir taka ekki að móti fólki frá ákveðnu svæðum, þeir taka bara á móti kristnu fólki. Úkrænumönnum og fleirum og eru alveg stífur á því og Evrópusambandi hefur verið að hóta þeim að leggja á þá sektir, ég held að nema alltaf 3 milljónir króna fyrir hvern þann einstakling sem þeir neita að taka við af kvótaflóttamönnum sem að þeim ber í raun og veru skylda til að taka á móti sameiginlegu reglum Evrópusambands. Ja, þetta eru 20.000 eurur í mann eitt. Og pólverjarnir segja bara við borgum þá bara, það er bara miklu betra að borga þess að 3 milljónir heldur en að sitja sko uppi með 30 milljón krónar reikning eða eitthvað dauðan pólverja sko eftir eitthvað að þessu misindisliði. Og pólverja eru fjölmenn og öflug þjóð þó að efnahagslega standið er ekki eins vel og við deilt niður á hvern mannsbad. En spurningin myndu Íslendingar treysta sig til þess að standa þannig upp í hárinu á Evrópusambandinu ef það hér væru yfirvofandi hótanir það að við værum ekki að sinna skildum okkar í að taka á móti hverjum sem er og hverjum sem vera vildi inn í landið. Það er góð spurning. En Jón, ég ætla að henda boltanum við til þín. Þú ert með spurningu, segir. Já, ég er bara gríðarlega sammála sem að Stefán var að segja með þessu varnarleysi sem að hefur verið gagnvart þessu innflytjendamálum og mér finnst algjörlega ótrúlegt að við skildum vera að sjá meiri reiði frá fólki á Alþingi og fjölmiðlum meira að segja yfir þessari frétt frá Mogganum heldur en yfir árásinni sjálfri. Þau vildu komast sem mest hjá því að ræða þessa árás bara til að hún, hversu alvarleg hún var framin af erlendum mönnum sem eru hérna frá landi sem er gríðarlega mikil afbrotatíðni frá að við skulum vera að sjá fólk hneykslara á því heldur en glæpnu sjálfum, það er bilun og að við skulum ekki vera að sjá meiri sem sagt bara bara háttsetta aðila hvort sem við erum að tala hægra megin frá í stjórnmálum annað, benda á hennan tvískinu. Mér finnst að vera bara ofboðslegt máttleysi í hægri vangnum í stjórnmálum þegar kemur að þessu. Því að þetta er eins og Stefán er að segja, bara sem dæmi við erum að sjá meiri hneykslun yfir því að það var, við ætlum kannski að fara betur í þá eftir, við ætlum að fara í kommentið smástund, en ég ætla bara rétt að skjóta því að svona til að leggja grunninn, við sáum meiri hneykslun á því að það var málað yfir inngildandi framfarafánan við Grafarvogskirkju, íslenska þjóðfánan, heldur en við sáum þegar að nokkri menn frá menafnt löndum tóku bara grooming gang Pakistan í nauðgun að gengja stíla rán á 2 14 ára íslenskum stelpum með það í huga að þeir ætluðu að fara að hópnauðga þeim. Lögreglan böstar þá fyrir tilviljun en við sjáum meiri reiði út af því að það er málaði við fána. Það eru alla stofnanir ræstar út, lögreglan allt eru sýnilega girða þarna af eins og einhverju algjöri retards með notandi einhverja kertastjaka og eitthvað svoleiðis. Þetta var málið sem átti að setja í en ekki tilvonandi hópnauðgun á 14 ára íslensku stelpum. Þetta er bilun. Já. Ég er sammála þau. Mér finnst líka bara hvað íslenska hægrið það er svo mikil bara auðsveipni gagnvart þessar frjálslyndu klíku að menn þora ekki að segja neitt, menn eru endalaust tippland á tánum, umræðin er einhvern veginn steingeld og maður heyrir, það er örsjaldan sem maður heyrir eitthvað svona raunveruleg íhaldsum eða þjóðerni sinnu sjónarmið í umræðinu, jafnvel þó sé mikil stemming fyrir henni, það eru rauninni aðalega Snorri Másson sem tala fyrir þeim en jafnvel þó sé mikil stemming og mér finnst þetta lyktar af einhverju auðsveipnu eða bara einhverjum undirlægju skap hjá hægrinu. Þetta er svolítið það sem að Gat Satt var að tala um, þetta er svona suicidal empathy svolítið sem að maður sér víða. Já, en menn eru líka, menn halda að það sé töluvert meiri stuðningur við þessi frjálslyndu liberal woke sjónamið, hvað sem menn kjósa kallaði, heldur en raunverulega eru. Þegar þú ert búin að, og ég get alveg ímyndið mér að þú hafir áttaði á þessu,
að þeir eru búin að enda í einhverjum svona stormi frá þessum hópi nokkur sinnum, þá áttar þau á því hversu kraftlaus, línur og vittlaus þessi hópur það skiptir faktist litlu máli og það er hellingsstuðningur við öndverð sjónarmið þessa hóps frá fólki sem kannski ekkert endilega jafn mikið að blanda sér inn í umræðuna, fólk sem hefur kannski minni áhuga á pólitík, fólk sem hefur bara meira áhuga á því að grilla og hafa það næs sko, en það líka eitt sem svona gefur mér mikla von er að þessi hópur hann getur bara tekið þessu eitthvað x lengi eins og þessu útlendingamálum og þeir sjá einhvern veginn að þeir eru að missa landið sitt, þeir eru að verða túrista í eigin landi, skatturinn þeirra, hann fer hækkandi, þannig að það er erfiðar að grilla og hafa næs, þetta eru svona menn sem eru bara mæti vinnir ekkert mikið, þeir þekki allir þessa típu, bara gaur sem bara drekkur síðan bóla og tekur víkingaklappið og horfir á landsliðið og er bara, þetta er svona avantgard Íslendingur, þessi típa, hún mun á endanum og ég veit að hún er jákvæð gagnvart okkar málstað, þessi típa mun á endanum snappa, en það þarf bara að virka og bara átta og punkturinn er að okkar sjónarmið hafa miklu meiri stuðning heldur en menn átta sig á og menn þurfa bara að hafa kjark til þess að tala þau út á skýrri og hreinni íslensku án þess að vera hrættir við lippana og þá heyrir fólk þetta og þá heyrir þessi hópur sem að upplifa hann eigi engan málsvara í samfélag, þá heyrir hann þannig er einhver að tala mínu máli, þannig er einhver sem vil bara halda Íslandi sem Íslandi. Ég held að það sé rétt, en það verður auðvitað líka vanda sig umræðunni. Hvert er það að skila okkur? Já, ég held að til lengri tíma liti muni það skila raunverulegum árangri og ég held að einmitt að þessi ágæta útsending ykkar ber þetta skemmtilega þessar skemmtulega yfirskrift bakslægið sem að mér finnst afskaplega vel til fundið og þá held ég að þessi áróðu, þessi vók áróðu sem hefur á sér stað í gegnum síðustu 20 árin cirka að hann muni ekki lifa lengi að vegna þess að menn hafa ekki vandað sig í umræðunni og menn hafa ekki hugsað hlutina til enda. Þannig ég held að þeir sem að vilji vinda ofan að því rugli þurfi einmitt að vandaða hvernig þeir setja hann hlutina þannig að það fái staðist tímastönn og svona vandaðri skoðun. Eitt af því sem að þú nefnir og það er þetta hugtakastríð sem er eiga sér stað og með íhaldssemi og frjálslindi. Ég verð að segja að mér finnst hugtakinu frjálslindi gerðu mikill miski með því að tengja það við það fólk sem að talar fyrir þessum vóksjónarmiðum. Sá skaði í rauninni bara skeður. Það er ekki hægt að bjarga þessu orði, held ég. Ég held að það sé hægt að gera það vegna þess að frjálslindi á ekkert skilt við það sem að það er stundað og eitt af því sem að er að koma betur og betur ljós við í Evrópu og reyndar með skelfilegum dæmum hér. Frosti var með mjög merkilegt viðtal hér við mjög hugrakka konu fyrir skemmstu sem að varpaði ljósa það hvernig Íslam borar sig í mörgum tilvikum inn undir hjá fólki og festir það svo í heljargreipum og mér finnst svo ótrúlegt að sjá þetta mikla umburðarlyndi gagnvart þeim hugmyndaheimi sem stórir hópar eru að flytja með sér hingað til Íslands. Það var ekki bara tekinn slagur fyrir lýðveldinu í Íslandi og frjálsu Íslandi 1944 heldur fólk 20. öldin líka í það að jafna rétt ólíkra þjóðfélagshópa. Fyrst auðvitað bara að losa fólk úr vistarbandi, bara fátækt fólk sem fór þá að njóta borgaralegra réttinda sem var mikið lykilatriði, en svo ekki síður að tryggja réttindi kvenna í heimi þar sem kallar höfðu farið með svona megin þorra alls valds í landinu. Núna þykir ekki nema sjálfsagt mál að bjóða hingað heim til Íslands fólk og sérstaklega kallmenn sem að hafa alveg ofboðslega ógeðfelld viðhorf til kvenna og þeir fá að ástunda þessa iðju sína til dæmis bara fyrir opnu tjöldum í moskunni uppi við Bústaðaveg og Dagur B. Eggertsson og liði í kringum hann hefur barist á hæl og hnakka við að tryggja þessum sömu öfgamönnum lóð í hjarta Reykjavíkur til þess að geta stundað þennan sama áróður, ætlaði að koma og hafa enn á stefnuskrá sinna að koma upp mosku fjármagnaðri fyrir erlend fé
við hlið húsnæðis hjálpræðishessins við Suðurlandsbraut. Það endaði nú í lögreglur rannsókn. Já, eðlilega. Þetta eru mál sem að þetta er viðkvæmt, en þetta er alvarlegt og þarna getum við lært af reynslu annarra ríkja. Ég sé þessar upptökur af bænahaldinu í Moskvunni upp við bústafið, þar sem konur eru geymdar inn í búri hálfgjörðu, á meðan að bænahaldið fer fram, þær mega ekki vera á sama stað af karlarnir. Og ég spyr bara, hversu lengi ætla menn að láta bjóða sér það að viðhorf af þessu tagi séu flutt inn til landsins. Ef það er okkur svo mikið hjartans mál að jafna stöðu kalla og kvenna, þannig að laun kalla og kvenna séu jöfn í hvívetna og að réttur kalla og kvenna sé jafn í öllu tilliti. Af hverju ætla menn að sitja undir þessu? Þetta er rosalega einkennilegt vegna þess að þú veist, það er komið einhvers konar ástarsamband þarna milli feminisma, vinstrimanna og þessa islamista og þetta byggir á einhverju svona hugmyndafræði að allir séu eins allstaðar öllum tímum. Þetta er bara fólk eins og við, eins og Helgi Hrafn í Pírötum myndi orða það. Og hatri á vestrætti menningu. Já. Fyrirlitningu á því. Og svo skoðar við svona aðeins, býtu, þið eru svona rosalega góð og þið eru að berjast fyrir öllum þessi gildum. Skoðum á glæpatölfræðina. Hún er gífurlega aukin. Rosalega aukning á nauðgunum í Evrópu á þessu tímabili. Sérstaklega grófum kynferðisbrotum. Það er mismunandi eftir löndum. Ekki svo mikið í Pólandi, ekki svo mikið í Ungverjalandi sem að tóku ekki upp þessa innflytjendastefnu. Þannig að þessir hópar hafa einhvern veginn ýtt undir ofbeldi gegn konum og þetta er svona afraksturinn af þessari pólitísku stefnu sem að verðist einhvern veginn fara þvert á markmiðinnar og við sjáum þetta bara svo víða. Það er einhvern veginn eins og öll þessi hugmyndafræði, þú veist, þeir kalla sér liberal, þeir eru það ekki, hafa ekkit umburðarlyndi fyrir skoðunum annara. Þú veist, það eru komin alls konar lög, eins og hatursorðræðu lög sem eru eiginlega bara svona pólitísk kúgunarlög gagnvart þeim sem þeir eru ekki sammála orðið, sko. Manni finnst einhvern veginn þessi stefna að vera svona hálfgerð gaslýsing, þetta er aldrei sem þeir segja, sko. Ég held að þetta sé bara rétt metið og við sjáum þessum öfgaöflum svona vaksa ásmegin víða. Það er ótrúlegt að fylgjast þetta með þessari uppákomu í New York, einhverju stórkostlegustu borg í heimi, þar sem þessi brjálæðingur er orðinn borgarstjóri sem er stór hættulegu maður og er að valda gríðalegu tjóni á samfélaginu þar, ekki síst efnahagslega, því að stjórnendur stórfyrirtækja eru að flýja borgina umvörpum. Það er ekki bara vegna þess að hann hefur verið að hækka skatt á menn og fyrirtæki, það er líka bara vegna þess viðhorfs sem að skín hann í gegn og ég sá nú til þess núna í daginn það að vera að tala vestnandi stöðu í London og það er einhver kona sem sagði að ég fann að gráta bara hérna á götu úti og þetta er allt í kjölfar Brexit, sko. Lundun eru ekki orðin stór hættuleg glæpaborg þar sem að menn þori ekki einu svona ganga með armbandsúr niður í miðborginni vegna Brexit. Það er vegna þess að menn hafa bara algjörlega mist tökin á innflutningi fólks og þetta hefur gerst undir stjórn Sadiq Khan, borgarstjóra Lundúna, sem hefur ýtt undir þessa þróun frekar en hitt. Og þetta er þróun sem við sjáum víða, en síðan erum við að sjá menn spyrna við fótum líka og þú nefndir nú Ungverjaland sem hefur lengi verið bitbein manna, ekki síst út af forsætisráðherrann sem þar var, þannig að hann tapaði núna í kosningum og menn stukku upp til hand og fóta og fögnuðum nýjum forsætisráðherra og töldu að þar væri komin einhver ægilega frjálslindur inn að gæsalappa maður, en menn áttu sig ekki á því að hann hafi verið í sama flokki og forsætisráðherrann fráfarandi þar til nokkrum mánuðum fyrr og lýsti því strax yfir að það erði tekið mjög hart á útlendingamálum sem fyrr og þá þagnaði RÚV og vinstri elitan á Ísland og höfðu ekki frétt af þessum forsætisráðherra síðan. Nei, nú setti líka hélt áfram að halda út í skilurðum fyrir láninu þarna, ef mann rétt. Já. En Jón, þú ætlaðir að koma með spurningu, hvað farið yfir einhver komment á það ekki? Og þetta farið yfir kommentur eftir smástönd. Þetta með forsætisráðherra, hann virðist samt hafa gefið ESB eitthvað því að hann er farin að setja aðila í stöður sem eru mjög nýmarsískir fakkar eins og ég vil kalla það, ekki frjálslinda. Og farin að gefa þeim stöður í eins og menningarmálum og svoleiðis, en við vorum að ræða þarna þessa orustu í menningarstríðinu, ég ætla rétt að skjóta það inn þetta með að
þegar við erum að meira segja þeir sem vanda sig, og þú hefur fundið það bara á eigin skinni, Stefán, það ekkert smávegis hjólað í þig, jafnvel þó að þú sért þegar þú ert málefnarlegur og allt svoleiðis. Mér finnst, og þú veist, Snorri fékk heldur betra að finna fyrir því, mér finnst vanta í því stríði að mennur einhvern veginn, Sverrir hefur nú bent á þetta á X, og það það að þegar við erum komnir út í þann pakka að vera búin að samþykja einhvern veginn sko að halda þessum vinstri öfgamönnum einhvern veginn góðum, jafnvel svona sem ekki algjöru mestu öfgamennir, að það svona einhver svona samfélagslegu sáttmálum að halda þeim góðum í staðinn fyrir að taka þessa gagnrýni bara á kassan, labba bara fram og segja bara, þú veist, segja en bara halda kjaftið, þú veist, þetta sé bara, eða bara mæta þeim í algjöru góðu debatt. Því að þetta lið ekkert með eitthvað einkaleyfi á því að ákveða hvaða orðræða við hæfi og hvað ekki, og mér finnst vera búið að ganga allt og langt svona samfélagslega í því að gera þeim til geðs. Þar finnst mér ganga einmitt harðast fram hvítar svona liberal konur eins og oft sagt. Þetta virðist vera eina demografía söguna sem að berst aktíft gegn eigin hagsmunum og öryggi með því að einmitt vera að flytja inn aðilina sem að þau segjast hata mest. Þau amast út í samlanda sína sem eru búin að búa til handa öruggasta land í heimi, amast út í þá fyrir einhverjar microaggressions, svona öráreiti, en á sama tíma bjóða velkomna menn sem að segja jafnvel bara opið að það bara eigi að berja eða nauðga konum eða bara stíga út. Og þetta eitthvað óskiljanlegt hugarfar sem að ég held að enginn geti skilið, nema bara þegar þú skoðar þetta að það einhver forréttindastigi þarna í þessum nýmarxíska hugsunarhætti, og þar eru bara konur fyrir neðan þennan hóp sem þar að hleypa inn og verða þar að leiðandi að lúffa fyrir þeim. Þetta var svona sem ég ætla að skjóta inn áður við förum í komment eftir cirka 5 mínútur. Ég held þetta sé pillan og SSRI-lyf. Ég held þetta sé óeðlileg og afbrigðileg hegðun í konum. Ég held að svona heilbrigðar konur með eðlilegan efnabúskap í heilanum hugsi ekki svona að það sé að myndi fara að reyna að grafa undan sjálfu sér. Ég nú reyndar lífefnafræðingur sko. Gæti ég fengið álit? Getur það verið? Sko, ég held að sé rosalega erfitt að ætla einangra svona þætti út með svona ákveðnum hætti. En þetta er byggt það var hins vegar einn rannsókn sem ég las, það sem að kemur að ljósa konur sem að taka getnaðarvarnarpilluna, þær eru ólíklegri til að hætta með mönnunum sínum. Og það var túlkað þannig fyrst sem sagt að það var þess að betra. En það kemur að ljósa að þær velja allt öðru sem menn. Það velja miklu mýkri menn. Og ef þú fær síðan, þannig ef að makaval breytist verulega með hverju kynslóðinni eftir þess að getnaðarvarnarpillan. Hvað annað breytist? Já, þá færðu mýkri kynslóðir. Þannig að það er svona ein hugmynd sem hefur verið ríkjandi. Þú ert náttúrulega að dæla prógesteróni í. Þú ert að staðfesta það sem ég segi. Ég held að við fáum nú líka bara mýkri kynslóðir eftir því sem að lífsbaráttan verður léttari. Ég held bara að þetta eru margir samverkandi þættir. Og það hefur orðið gjörbreyting í þeim efnum bara hjá okkar kynslóð með við foreldur okkar og hvað þá foreldrar þeirra afar mínur og ömmur voru fædd á bilinu 1922-24 og þetta var fólk sem var fætt inn í bláfátækt land. Og þetta hafa gríðarlega mikið fyrir hlutunum. Og það fólk hefði held ég hlegið sem máttlaust, hlustandi á vælið í fólki það hvað það sé erfitt að koma sér upp húsnæði á Íslandi í dag. Við vorum fátækasta þjóð Evrópu fyrir 1900. Já, það er svona aðeins málum blandið hvernig það er mælt sko, en við vorum bláfátækt, það er að segja fólk átti ekki neitt, en það átti nú reynda við sko þorra Evrópu búa líka. Þó að það séu til stórkostlega byggingar í Vínarborg og Lundur og mannaða þá var þannig komið fyrir flestum. Það er í raun og veru bara upp úr fyrra stríði sem að alþýða manna fer að eignast eitthvað, við talum ekki eftir seinna stríðið og þegar svona frekari þjóðfélagsbreytingar verða. Varðandi þessar konur, ég ekki ætla ég að blanda mér í umræðu það hvað er að gerast inn í heilabúin á fólki, en það sem að mér finnst bara einkenna umræðuna svo mikið og það á við mörg svið, það er að fólk er farið að hrapa að niðurstöðu í málum sem það kynnir sér bara ekki neitt. Og það er svo alvarlegt ástand þegar við erum með áróðursmaskínur í gangi dagana langa, ekki síst frá vinstrinu, og Ríkisútvarpið spilar þar mikla rullu og hefur gert lengi
og þú talar um eitthvað skítkast sem að ég hefði orðið fyrir í umræðinu og jú, það eitthvað finnum maður fyrir að því og eitt dæmi auðvitað í umræðinu þessi flóknu átök fyrir botni Miðjarðarhafs, nú ætla ég ekki að hleypa þessum ágæta fund okkar upp í þeirri umræðu, en þar hefur verið rosalega erfitt að leiðrétta bara augljósa ranghugmyndir, til dæmis það hvernig Ísraelsríki var til og hvað varðar áður og hvernig demókrafi hann var og hvernig hún hefur þróast. Þetta eru hlutir sem að liggja bara fyrir, eru bara sagfræðileg, hagfræðileg, félagsfræðileg gögn sem að þarf ekki einu svona deil en menn blása bara á röksendum. Það er ekki hægt að koma því í gegn. Og varandi fréttaflutningina því að þeir eru mikið munað að sparki Morgunblaðið. Af því ég hef væntingar til Morgunblaðsins sem ekki til Vísis og ekki til Ríkisútvarpsins. Það er eina ástæðan fyrir því ég kannski sparka meiri í ykkur. Og ég fagna því, og þetta er nú dæmi sem ég teki víðar, ég man þetta gerðist, að ég fylgist mikið með þessum málum fyrir botni Miðjarðarhafs, ég hef lengi haft mikið áhuga á þessu svæði og verið þarna mikið. Og ég man þegar það byrtust eitt kvöldið fréttir, ég satt bara heim í sófa og opnaði mbl.is og þar blasir bara við fyrirsögn að 500 látnir eftir árás á sjúkrahús. Og ég fer inn í fréttin og þá segir bara þar að Ísraelsher hafi bara sprengt í loft upp heilt sjúkrahús á Gazaströndinni og það sé bara allt í volli. Og ég fer inn á fleiri miðla, BBC og Guardian og alla meginstjórnsmiðla og ég fer að skoða þessu gögn. Ég hringi strax í fréttastjóra á Morgunblaðinu, ég segi, tónið þetta niður, þetta stenst ekki, það er eitthvað rosalega bóið við þetta. Og með svo, það er allir miðlarnir og fréttaveiturnar sem að vísa var í hérna áðan, það bara að senda þetta inn. Og þetta alltaf með vísan í það samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza, sem þetta bara hryðjuverkasamtökin á Gaza sem að setja á sig læknahúfu. Og svo þetta allt í einhverju myrkri og það komið nótt þarna og allt mjög óljós hvernig staðan er. Svo bara gerist eins og alla mótna, bara sólinn kemur upp og menn geta bara séð bara með drónum öðru bara ætla að fara að kanna rústirnar á þessu sjúkrahúsi. Þá stóð sjúkrahúsið þarna, algjörlega óskattað, það var reyndar eitt gluggi sem hafði brotnað, en það hafði sprengjuvarpa endað á bílastæðinu og eyðilagt þar einhverja 20 bíla og einhverja höfðu látist og greinilega mikið slys, en sannarlega ekki 500 látnir og spítaninn stóð þarna enn. Í ljós kom að þetta hefði verið flugskeyti sem Islamic Jihad hafði skotið upp á Gazaströndinni og hafði bilað og lent á bílastæði sjúkrahúss. Man eftir þessi frétt. Já, en það var lítið gert úr því að leiðrétta þetta og að alvarleikan sem fólst í æsingnum. Þarna höfðu menn aldeilis séð úr hverju þessir fjandans gyðingar væru gerðir, ráðast á sjúkrahús. Og þetta hefur gerst aftur og aftur og aftur og aftur og aftur, stanslaust. 7. október 2023 er hryðjuverkið ógurlega verður það þarna við Suðurlandamærin og við Gazaströndina. Áður en sólarhringur var liðinn voru íslamistarnir og stuðningsmenn Palestínuaraba komnir á götur úti, meðal annars í Bandaríkjunum, til þess að fagna þeirri aðgerð. Það sem fólk, konur og börn voru myrt köldu blóð. Já, Ríkisútvarpið reyndar og slíkið það liði þarna 2 sólarhringar, þá fundu þeir Palestínuaraba sem kom í settið og fagnaði sérstaklega þessar aðgerð. Myndirðu taka sjónarmið þessa fólks til greina? Ég er til í að ræða þetta fólk. En bara sjónarmið þeirra í lífinu? Já, í fyrsta lagi hefði nú talið ef eitthvað þjóðverður fyrir hryðjuverkaárás að þá myndi ég fá fulltrúa þeirra þjóðar í setti til mín en ekki fulltrúa þeirra manna sem að riðust á þá. Það er svona eins og að franska ríkisútvarpið hefði eftir Bataclan árásuna fengið fjölmiðla fulltrúa ISIS til þess að koma og útskýra hvað þið gerst Það er nú ekkert svo fjarlæg hugsun í dag. Þetta var auðvitað algjörlega glórulaust hjá ríkisútvarpinu og það sem var auðvitað glórulausast af öllu var að þessu skildi ekki svaraði fullum þunga af fjölmiðlamanninu. Þetta var einhvern veginn burskýrt, mönnum fannst þetta augljóslega óþægilegt. Það var bara Dilljó Mist sem að tók það á kassan Já, það er
þú getur haldið svona sjónarmiðum fram, ég reyndar svona þegar ég hugsa út í það, nei, ég ætla að fá skiptum skoðun á því. Ég held að við þessar aðstæður hefði ég vísað viðkomandi úr settinu. Og punkturinn sko að sjónarmið... Þú ert að vitna í þegar Sema Erla sagði auðvitað fagna ég því. Nei, það var ekki hún sem gerði það. Það var ekki Sema. Nei. Það er ekki hún. Það var, já. En hún sagði þetta, þessi kona ekki Sema, heldur svo sem var þarna auðvitað fagna ég því. Það var svarið, ég man þetta ekki. En punkturinn minn áðan var að sjónarmið fólk sem augljóslega geðtruflað ættu ekki að vera, og þá ég ekki að tala að það ég aldrei að taka viðtölu, það er flott að taka viðtölu og vera gagnrýnir, en að sjónarmið þeirra ættu ekki að, þú veist, að þeir fá að útvarpa sínum sjónarmiðum endalaust á Vísi og Rúv. Vandinn sá að þú skilgreinir geðtruflað fólk mjög vítt, það er eiginlega allt fólk sem ósammálaðir og hinn og veginn. Ég held að það sé meira kannski fólk sem heldur fram svívirðilegum sjónarmiðum, að það sé eigi að skrýna það. Það er annað dæmi sem langar til að taka varðandi ríkissjónvarpið. Það er starfsmaður þar sem hefur samband við konu sem var nýdæmd og sem er klínist veik, sem hefði myrt föður sinn. Og það er tekið viðtal við hann að gagnrýnislaust og því bara komið út á netið. Það er einhver glórulausasti dómgreinda brestur sem getur í íslensku fjölmiðlum. Hugsið ykkur aðstandendur þessa fólks að sitja undir því að ríkisútvarpið grípur viðkomandi augljóslega veikan einstakling og lætur hann útvarpa skoðunum sínum og andlegri velíðan í kjölfar þess að dómur gengur í þessu mál. Þetta mér féllust algjörlega hendur. Og sömu miðlar segja að það er ekki að plattforma menn eins og okkur þegar við erum eins og öfgafullar skoðanir, að við viljum bara við erum bara eins og basic framsóknarmenn árið 2000. Ég er bara með sömu skoðanir og Guðni Ágústsson var með árið 2000. Ég þekki Guðni Ágústsson og ég þekkti basic framsóknarmenn árið 2000 og þú ert alls ekki eins og basic framsóknarmenn árið 2000. Hver er munurinn? Þeir töluðu bara íslenska landbúnað. Ég væri til í veistu hvað ég væri til í að vera bara að tala um íslenska landbúnað? Það væri geðveikt. Ég sagði margir væri alveg sátti við það en ég meina ef þú hefðir lagt þetta fram fyrir Guðni Ágústsson árið 2000, ef að flytja inn 50.000 manns frá Mið-Austurlöndum og Sómalíu, hvað heldur að Guðni Ágústsson hefði sagt árið 2000? Það sagt bara, hættu þessu djöfis rugli, drengur. Og eigum við að fara og transa börn? Bara nei, við erum bara við erum að huga sauðfénu. Ég hefði haft rosalega gaman af því að sjá þig útskýra það mál fyrir Guðni Ágústsson árið 2000. Þetta er punkturinn að hann hefði hort á þig svo naut á nýverki. Að maður er bara með maður er kannski gamaldags eitthvað, íhaldsmaður og þá er ykkur svona raunverulegum skilningi þess að ég er ekki bara íhaldsmaður ég held sjónarmið eða hugmyndafræði íhaldsmanna í dag er algjört lúsera ideológía að því leitinu til að eina markmið íhaldsmanna er bara að hægja á óhjákvæmilegum sigri vinstrimanna. Ég held að þetta sé samt að ganga til bata. Það sem ekki óhjákvæmur. Sigur vinstri sem sé ekki óhjákvæmur. Ég sjá að því við sjáum vinstrið hrynja til grunna með reglulegu millibili. Það er alveg ótrúlega að við séum að sjá fólk tala fyrir sósíalisma enn í dag, þrátt fyrir allar þær tilraunir sem gerðar hafa verið með þessa ógeðfelldu stefnu og hvernig henni hefur mistekist, hvernig hún hefur leitt fólk til fátæktar, núna síðast í Venezuela og við munum sjá fleiri dæmi þar og við ætlum auðvitað að tryggja það. Og við bara ráðast á þetta af krafti. Þú ert að tala þarna samt þú veist, svolítið svona þetta öfga kommunisma vinstri. En við erum bara líka búin að sjá þetta hérna á Íslandi. Við sjáum samfylkingana að draga saman í 5,1%, ef maður réttin fóru niður í 4 þingmenn eða eitthvað svoleiðis að þeir voru minnstir. Við sjáum vinstri græna, þeir duttu bara út af þingi. Við sjáum pírata sem voru í vinstri seiflu, þeir eru bara farnir. Nú sjáum við nýju samfylkinguna, ég má kalla hana það. Þeir eru að taka upp útlendingastefnu svolítið að hætti Dana. Það sem þeir eiga í orði í orði en kannski ekki á borði það er sem betur við þokast í rétta átt það er að þokast í rétta átt en við erum að sjá bara yfir alla línuna pólitískt erum við að sjá alla færast lengra til hægri vegna þessi stefna sem er búið að reka sístu 10, 15, 20 ári það er eftir að tala í útlendingamálum en svo er það efnahagsmálin sem er kannski stóra vandamál í dag. Þú nefndir þetta að fólk með þína skoðanir fá ekki plattform. Ég held að það sé rétt
og við sjáum það bara í viðmælendavali, vikulókunum og silfrinu og annað, þetta oft algjörlega glórulaust og ég man bara eftir því hérna upp úr bankarhunn og annað, þá var ég gjarnan fengið inn í viðtöl hjá Agli Helgasinni og við vorum 4 viðmælendur pluss hann og ég var 1 á móti 5 sko. Það var bara 1 af hægri kantinum með kapitalískar skoðanir og svo var það bara eitthvað vinstra brjálaði og maður bara barðist á bæði borð og Sunna, Þórildur Sunna og allt þetta lið á móti manni alveg allir fannar og hvað þetta lið allt heitir Gunnar Smári Egilsson og góðvinu þáttanins og þetta var þannig núna erum við hins vegar að sjá ég ætla nú ekki að fella valkyrjurnar undir þann hatt en við sjáum að öfgafylsta vinstrið það farið að gangast upp í því að mæta ekki að neita að tala við fólk sem þetta í ósammála og það svo skýrt einkenni á þessu fólki að það vill ekki eiga rökræðu það segir bara, ég ætla að fá að segja mína skoðun hérna og ég krefst þess að mér verð ekki svarað og þetta kom ákveðlega fram núna þegar að Banderos hryðverkamennir komu hérna siglandi inn í lögsöguna og þegar allt var vittlust út af hvalveiðunum og menn hafa ólík sjónarmið, málefnilega sjónarmið með og móti þar og ég ætla að fá Vilhelm Birgisson af Akranesi, formann verkefnisfélagsins þar til að koma og ræða að hann hefur samúð með hvalveiðunum og veit hvað áhrif þau eru að hafa allavega samfélagi þar og hann hefur skoðun á því líka út frá veit ég nýtingu náttúrunnar annað. Ég hafði samband við fulltrúana Katrínu Oddsdóttur og ekki Valgerður Árnadóttur og þetta hólk, nei, þvert nei bara ekki að vænta og af hverju það? Það er bara miklu þau hafa bara algjörlega frítt spil á ríkisútvarpinu þar geta þau bara básúna sína skoðinu óareitt og þurfi ekki eiga það hættu fá prinsessu viðtöl að fá einhver á móti sér sem að kunna að halda fram öðru sjónarmið. Og líka með vondan málstað sem erfitt að verja. Þetta fólk sem heldur því fram að hvalir bindi svo mikið kolefni í hafinu að þeir eru svo stóru og feitir og það sé sjónarmið fyrir því að grísi ekki þennan nytjastofn eins og alla aðra sem við viljum nýta í hafinu. Þetta er að bomba inn í áðan með þetta með upplýsingaóreiðina áður við förum í kommentin Stefán, sem varst að minnast á varðandi þarna. Er þetta ekki vegna þess einmitt að til dæmis þú ert að lendi í við höfum reynda náð einstaka svona öflugum vinstrimönnu, Lenjurún og sem að þú þekkir nú ágætlega og Helga Hrafni og svona til að koma til okkar en almennt þá vill þetta fólk eins og þú sagðir ekki ræða málin í rökræðum og ég hef alltaf haldið því fram ef þú vilt ekki mæta ykkur staðar til að ræða skoðun þína þá ertu með vonda skoðun, þá ertu með skoðun sem að stenst ekki mótrök, hún væntanlega eins og spilaborg, því að allir sem að ég veit sem að trúa, eru sæmilegir í að færa rök fyrir máli sínu og trúa þeir sem að segja, þeir vilja mæta sem víðast einmitt til þess að ræða skoðunna sína. Þetta með Þorgerði Katrínu sem dæmi, ef að hún virkilega væri með það skotheldur rök að hún gæti kjaftað í kap, þá veist alveg hún myndi koma til þín til þess að gera það. Ekki satt? Já, kannski fæst ára það minnst ábyrða. Nei, ég er bara sammála því að þú átt bara mæta til leiks og ef að þú, eitt er að hafa skoðun á því hvernig þú vilt sjá þjóðfélagið, en þegar þú biður þjóðin að veita umboð til að leiða þjóðfélagið, þá verður einfallega geta fært rök fyrir máliðin og farið yfir hluti sem að varða þjóðarhagsmuni og þú verður að sýna þeim sjónarmiðum og því fólki sem þér ósamála þá virðingu að eiga debatti við það og ég held að allavega eins og í tilviki spursmála og þetta Morgunblaðs eins og Kristrún og Valkyrjurnar almennt sem að þarna í hlut, þar hafði þetta alveg rætt við Morgunblaðið en það væri bragur að því ef að þær kæmu og leystu úr því verkefni að fara í gegnum svipugöngin í Hádegismóum. Ég held að það getur vaxið að því. Ég er sammála því. Manni finnst líka bara svolítið skrítið. Þetta mál kemur náttúrulega svolítið seint upp, stutt fyrir sumar og ég fæ svona tilfinninguna persónulega, ég get ekki gert fólki uppkendir en að það hefði verið bara svona svolítið
þessu hafi verið stilt upp með þessum hætti til þess að þetta myndi ekki fá almennilega kynningu og þá kynningu sem að í rauninni ætti skilið, því þetta óbúðslega stór vegferð að leggja upp í. Og þú ert að vísa þær í Evrópusambands. Ég er að vísa í Evrópusambandi, vissulega. Því miður þá hafa stjórnvöld ekki lagt sig í framkróka það að halda fólki upplýstu og það eru stóra spurningar uppi sem hefði verið hægt að fá svar við og við erum auðvitað að vinna því alla daga að fá svör við áður en fólk gengur á kjörborðinu í lok ágúst. Eitt af því spurningin það hvort að við getum fengið varanlegar undanþágur út af sjávarútvegsmálunum. Önnur atriði lútað fullveldi landsins og hvort að við höfum möguleika á að verja það inn í stóru kerfi og Evrópusambandið það sem að ég vil ekki segja að sé beint lýðræðishalli heldur einfallega viðurkennt að fjölmennar þjóðir hafi miklu meira að segja heldur en fámennar þjóðir. Og utan Evrópusambandsins getum við tekið ákvarðanir fyrir okkar part og fyrir okkar hlut á jafnræðisgrundvelli við aðra þjóðir. En þegar við setjumst við borð þar sem að menn ætla að deila atkvæðamagni eftir mannfjölda þá ljóst að okkar áhrif verða mjög hverfandi. Þetta eru hlutir sem að ég hefði viljað fá skýrari mynd af og að takast að skýra held ég betur dag frá degi en stjórnvöld hefði átt að sína sóma sinn í að gera. Mér varst mjög áhugavert að hlusta á ræðu Ólafs Ragnars Grímssonar 7. júlí þegar að áfram Ísland kom fram á sjónarsviðið og hann benti á forvitnilega staðreind sem að var sú að í Brussel starfa 40.000 embættismenn fyrir Evrópusambandið og aðrir 30.000 starfsmenn fyrir ýmsa þrýstuhópa úr ólíkum áttum. Þannig að það eru 70.000 mann sem að vela ákvarðanir og stefnumörkun Evrópusambandsins á hverjum tíma. Vitið þið hvaða starfa margir innan stjórnaráðsins á Íslandi? Nei, ég veit það ekki. Ég held að það séu svona það bil innan við 600 ársverk. Allt stjórnaráðið í ráðuneytunum á Íslandi. Og Ólafur Ragnar bent á það bara að þegar þú ert komin að þessu borði þar sem menn þurfa að beita sér ofta af alefli til að verja hagsmuni sinna þjóðar, þetta mikil hreppapólitík, þá eigum við höfum bara ekki mannskapin í það. Nei, við getum ekki sinnt að minnstakosti öllum störum og nefndum, það algjörlega ljóst. Bara alls ekki. En á meðan við erum með fullveldi yfir okkar málum og getum tekið þessar ákvarðanir á heimavelli, þá eru líkur til þess að við getum látið íslenska þjóðarhagsmuni ráða, eins og við gerðum með neyðarlögunum, eins og við gerðum í iSafe deilunni og þannig mætti áfram telja. Og þetta eru hlutir sem að mér finnst menn hafa reynt að skauta fram hjá og einhvern veginn hef ég þá til, Þorgerður Katrín og hennar fólk, þau og samfylkingar enda líka, þau hafa fortakslaust haldið því fram að við höfum að gangi í Evrópusambandið og gert það alveg frá stofnun Viðreisnar og samfylkingin frá aldamótum. Það hefur aldrei verið gert á þeim forsendum, það hefur aldrei sagt, samfylkingin vill ganga í Evrópusambandið að loknum aðildarviðræðum að þessum forsendum uppfylltum. Þeir hafa bara sagt, Íslandi betur borgin en Evrópusambandið og við ætlum að berjast fyrir því. En þau vita að það hefur ekki verið stemning fyrir því meðal íslensku þjóðarinnar. Og þess vegna hefur þetta pakkakjaftaði verið sett á svið til þess að reyna að ginna fólk, til þess að hleypa aðildarviðræðunum aftur á stað. Og fólk talin trú það að þarna séum samningaviðræður ræða eins og að við varum hér að semja kaupin á þessari dós hérna. Við kemum bara algjörlega óbundnir að borðinu, þú átt dósina núna og mig langar til að kaupa hana eða fá einhverja hlutdeild í henni. Ef að samninga nást ekki þá bara göngum við frá borði og ég ennþá með peningana mín í vasanum og þú getur drukkið þessa dós eins og þér listir. En aðildarviðræður á Evrópusambandinu eru eðlis ólíkar. Vegna þess að leið og þú ferði í slíkar aðildarviðræður þá sækir aðild að Evrópusambandinu og það taka tvinna saman stjórnkerfi Evrópusambandsins og stjórnkerfin í landinu sem ég hlut á og það ekki þannig að stjórnkerfi Evrópusambandsins sem að þú ert að sækja aðild að fara að laga sig að þér heldur öfugt. Og þeir þú þarf að sína fram á að þú getur aðlaði að þeirra skilmálum. Já, þú þarf að gera meira en það. Já. Þú þarf að byrja, þú þarf ekki að sína fram á það. Þú þarf að hefja aðlun, þú þarf að byrja að laga það þessu og það sést til þess að því þegar menn segja eins og Björn Leví og Dalið segir, þetta er engar aðlun að vera, þetta eru bara viðræður það hvað í boði og við getum bara að labba hnarreist frá borðinu á þess að kaupa dósina ef okkur sýnir svo.
bara síðasta fundargerðin frá samningaborðinu 2012 þegar þetta var alltaf flosnað upp, þá var það megin krafan frá samningarnefnd Evrópusambandsins að Ísland þyrfti að hraða enn frekar aðlugun sinni að regluverkinu í þeim köflum sem búið var að opna heldur en orðið hafði. Þeir hafa meiri sér haldið fram að þetta hafi ekki verið aðlugun að viðræðu 2009 til 2012 og hvað þá núna. Þannig að það verið að ginna fólk til þess að halda þetta séu bara svona almennt chit-chat og kanna hvað sé í boði fyrir Íslendinga og það hafi engar afleiðingar fyrir kerfið okkar ef að við ákveðum að rökva tilbaka og hætta við. Og það held ég að virka rosalega vel. Alltaf mín tilfinning að þetta virka mjög vel og að flestir vilja bara kíkja í ekki flestir, en bara mjög margir sem ég veit sem hafa ekkert gríðlegan áhuga á pólitík og þú veist það sem mér finnst vanta er að og þú veist mér finnst þetta áhugavert en venjulega gómnum finnst þetta ekkert áhuga, hann hættir að hlusta. Það kíkja í pakkan bara eitthvað svona sem fólk skilur. Já. Ég held að við þurfum, ef við erum bara að hugsa okkur langar til að vinna þetta, okkur langar í þetta nei og bara geta farið að einbeita okkur að einhverju sem skiptir máli og ég er ekki að segja að ég sé með þessa hugmynd en mér finnst bara, við þurfum að finna einhverja leið til þess að presentera þetta fyrir venjulega mannum sem hefur ekki áhuga á sem vil bara græða á daginn og grilla kvöldin bara presentera þetta fyrir honum á skiljanlegan og einfaldar máta. Eru þið með eitthvað? Já, ég er nefnilega með ágætist tillögu að því, við stöðurum með Stefán hérna hjá okkur og það er, ef við horfum aðeins í, þetta er kallað opt-outs á ensku og það er þess að þegar þú þarft ekki að fylgja einhverjum reglum sem aðrir eiga að fylgja og þetta eru svona svo kallega varanlegar undanþágur en ekki tímabundnar. Ef við horfum tilbaka núna yfir síðustu 13 þjóðir sem hafa gengið inn í Evrópusambandið sem er að telja nú 27 þjóðir Breta voru 28 að gengu út að þá er það einhvern veginn þannig að mér skilst að ein þjóð hefði fengið varanlega undan þá svona raunverulega sem að voru pólverar sem hafði eitthvað með verkalýðs að gera verkalýðslög að gera fyrir utan það þá þurfum við að fara held ég aftur til 1973 Írlands ef við erum að skoða svona varanlega undan þá til dæmis með fiskimið, Malta held ég að hafa stækkað 12 sjómílur út í 25 svona, þú veist, ég veit ekki hvort það sé varanlegt en það allavega þeir sömdu það sem er náttúrulega, þú veist, bara djók sko. Hvað finnst þér þetta þegar það er kannski komin hálf öld síðan að einhverju sömdu raunverulegar svona varanlegar undanþágur, þú veist að það sé verið að reyna að selja okkur að það sé hægt að fara í varanlegar raunverulegar undanþágur á sama tíma og við erum með forsætisráðherra Hollands að svona lýsa yfir að það sé ekki hægt. Við erum með umhverfisráðherra Danmerkur að segja það og við vorum með einhvern þarna frá Írlandi líka. Evrópuþingmann frá Írlandi sem er búin að lýsa því yfir og við erum líka með skjöl úr þýska þinginu frá því fyrir samningaviðræðum þar sem að menn segja að þetta kom ekki til greina. Þannig að þetta mál... það þarf bara eina þjóð. Það er eina þjóð 27 til að segja nei og þeir mun ekki gefa þetta eftir og þetta eru hluti sem að menn verða að taka til greina. Ég held að þetta með fiskveiði stjórnunna það liggur bara fyrir núna að við munum ekki fá það. Mér finnst þetta bara hins vegar miklu stærra mál. Ég segi sko, jafnvel þó við fengjum undan þá er varðandi fiskveiði löggjöfuna. Þá er ég ekki tilbúin til þess að gangi Evrópusambandið vegna þess að ég vil að Íslendingar ákveði sjálfir hvernig okkar málum er háttað. Bara í grunninn, bara að löggjafarvaldið, að dómsvaldið og framkvæmdavaldið hafið þessa síðustu ákvörðun. Það sé ekki einhverju dómarar frá Ungverjalandi eða Ítalíu eða Spáni sem fara að véla það hvernig dómaframkvæmd sé á Íslandi. Og þetta finnst mér bara grundvallar sjónarmið og veldur því að í mínum huga þarf ekki að skoða í pakkan vegna að þetta er ekki efnahagsleg ákvörðun í grunninn. Hún er fullveldisleg. Og ég held líka út frá sko þessum stærða sjónarmiðum innan Evrópusambandsins og menn segja, heyrðu, þú segir Ísland að missi fullveldi sitt, ert þú að segja að Ítalir séu ekki fullvalda þjóð? Jú, ég ætla að halda þið fram að þið séu fullvalda en þeir hafa gefið eftir að fullveldi sínu eins og við þyrftum að gera en að örsmá þjóð, hún þarf að gefa miklu meira eftir að fullveldi sínu því að hún hefur miklu minni burði til að berjast fyrir sínum hagsmunum innan heildarkerfisins. Þannig að langminnsta þjóðin sem Ísland verður langminnst fullvalda af þjóðunum sem við hlut eiga og svo þróun eiga segist að í Evrópusambandinu að það verða auka á þetta misgengi á lýðræðislegum forsendum vegna sem menn segja að risaríkin eiga þetta að ráða mestu. Svo eru allskins sjónarmið bábiljur sem að menn er að halda fram varðandi efnahagsleg
rök fyrir því að ganga þetta og menn tala mikið vöruverði, ég var nú bara að koma úr bónus hérna rétt á þann og rándýrt að kaupa í matinn. Heyrðu, það verður þannig eftir að við göngum í Evrópusambandið. Þetta bara lygi og mig langar til að nefna eitt dæmi. Ef þið skoðu Luxemburg og Holland sem eru 2 ríki sem bæði eru með evru og bæði eru í Evrópusambandinu, þá matarkarfan í Luxemburg 27% dýrari þar heldur en í Hollandi. Af hvað ætli það sé? Ætli Luxemburgar hafa ekki hugsað, heyrðu, hvað djöfull, en við erum hérna í Evrópusambandinu með evru og samt borgum við 27% meira fyrir matinn heldur en hollendingarnir. Það vegna þess að matvara eins og öll önnur vara tekur mið af því hver efnahagslegu veruleiki kaupendana að vörun Hér fólk á mjög háum launum, hér lífsstandardin mjög hár og við ætlum að halda honum þannig. Eina leiðin til þess að breyta því með einhverju móti þá að lækka lífsstandardin. Haldið það Spánverjar, röltin að Gíbraltar og horfið við til Marakó og sjá að matur verði í Marakó 50% ódýrari heldur en á Spáni og hugsi, nei hver þremillin, við verðum að koma okkar málum í sama horf og Marakómenninir. Auðvitað dettur mönnum þetta ekki í hug. Svo segja menn, herðu, sjáu þið vegakerfið í Íslandi, við munum fá fullt af styrkjum til þess að byggja upp þetta vegakerfi. Staðreyndin svo að Íslendingar munum borga 20 milljarðar meira inn í Evrópusambandið ári hverju heldur en þeir leggja inn í það. Sem þýðir það að það verður minna eftir að peningum í krónutalið eða í evrumtalið ef að því kemur heldur en áður ekki einhver minn. Þannig að við munum út frá heildarbalans hafa minni fjármuni til að laga vegina. Og menn segja, nei, þetta ekki rétt pólverjarnir, þeir mjög ekki rosalega vel eftir ekki einhvern í Evrópusambandi. Sjáu Króatana sem kom í 2013. Það hefur bara efnahagskerfið þar hefur bara tekið stakkaskiptum. Vitið þið hvað Króatar hafa fengið mikla fjármuni í innspýtingu beint frá Evrópusambandinu síðan 2013 umfram það sem að þeir hafa lagt inn. Segðu hvað? Jafngildi 2900 milljarða íslenskra króna. Það meira heldur en hálf landsframleiðsla Íslands. Þannig eðlilega hefur þetta haft jákvæð áhrif og aukið slagkraftin inn í króatískt hagkerfi. En það munu engir svona peningar koma hér inn. Við erum svo moldrík þjóð í samanburði við hinnar þjóðirnar að við verðum sífellt dælandi peningum í að byggja upp vegakerfi í Austur-Evrópu en ekki upp á Sandskeiði eða með tvöföldum vegan eins upp í Borgarnes. Gleymiðu hugmyndinni. Það liggur fyrir. Ekki spurning. Það blasir við, menn að reiknireglurnar eru bara þannig. En Jón, þú ætlaðir að koma með ég ætlaði bara að segja mér að hálfgerðir fordómar í Stefáni að vilja ekki sjá peningana sína fara til Austur-Evrópu frekar en sína nánustu. Þetta svona leiðilegt að sjá svona attitút. En ef stjórnmálamenn í heimalandinu eru með nógu mikla peninga til að dæla þeim til útlanda, þá eru skattarnir á þau of háir. Það bara alveg rétt. Heyrðu, ég ætla að taka nokkuð komment núna. Ding Dong Ba, okkar besti maður, segir það var setið fyrir þeim á Klausturspar, þetta var ákveðið fyrirfram. Hér kemur spurning til Stefáns, ég ætla að taka bara eftir, ég er búin að lesa upp nokkur svona statement svo við náum aðeins að hreinsa hérna út. Það Bjarki, hann segir límdi kassa með ESB-merkjunu við klofið mitt og bað fólki í Evrópuhreyfinguna að kíkja í pakkan. Þú myndir ekki trúa evrósku fordómunum sem ég varð fyrir. Herðu, Kjalli segir djöfull lúkkar Sverrir, ertu á reta? Hvað er reti? Er ég svona heimskur eða? Það svona GLP agonisti, það efni sem að gera þig grannan, ekki dósip á Ozempic. Það svoleiðis. Nei, er ekkert svona komment á mig? Reyndar ekkert slíkt. Menn eru helviti duglegi við að hrósa Sverri. Mér er svona Helgi situr svolítið á hakanum og ég er bara einhvers staðar fjarlæg minningur að kemur að þessu. Þetta er bara Sverrir, já. Við höfum eitthvað að fara eftir hann í þessu. Hrósum, sko, við erum bara óþægilegt. Kvöldið er ekki búið. Kvöldið er ekki búið. Við byrjum eitthvað svoleiðis. Já, Stefán er búin að auglýsa eftir einhverju góðu svona. Býtum við, svo kemur hérna, einhver er hérna að ræða húsið með Ísrael, en sem sagt þetta framsóknarhús, ég þekki það ekki neitt. Hvað var það? Getur við græja þá innan við 60 sekúndur? Menningarmiðstöð Gyðinga komin upp í gamla framsóknarhúsinu í Hverfisgötu. Þar eru þeir að setja upp sýningu líf og starf Gyðinga á Íslandi sem er sannarlega áhugaverð saga. Okay.
Nei, ég held að þetta sé ekki komið upp, ég held að það hafi bara verið að opna fyrsta hlutahús, ég held að það sé á stefnu. Ég var í tónlistaskóla hjá manni sem kom hérna heim, seinni heimstyrjöldinni í Gyðingur frá Þýskalandi, stofnaði hérna fyrsta tónlistaskólan. Hvað heit hann? Ég man það ekki, en skólinn heiti tónlistaskóli Reykjavíkur. Já, þeir voru allnokkri Kannski hérna Reykjavík? Þeir komið hingað sannarlega. Mér skilst það ekki. Ég þá ekki bara Reykjavík? Það getur verið. Svo kemur Templar 2K segir hérna Stefán, þú getur ekki haft neina skoðun á spurningunni það sem hann á ekki við og horfir aðeins svo mikið á Candace Owens er hann að tala við þig að ég veit ekki alveg hvað svo tek undir spurningar Sverris hvað var þar MBL svo kemur annað sem Moggin gerir endurteki bæði vefurinn og blaðir að segja ekki frá uppruna gerenda í alvöru brotamálum erlendis frá jafnvel þegar erlendi miðlar hafa upplýstu bakgrunn þetta er svolítið íslenskt ég ætla að benda á bara 15 sekúnda innslag með þetta, það var mjög forvittilegt einmitt þegar þessi breski þingmaður, hún var myrt. Það kemur strax að gerandinn hafi verið hvítur var ekki skoti, strax og honum sleppt og einhver annar handtekinn þá var ekki minnst á hver það var. Þannig að það er mjög áhugavert. Allavega, svo kemur hérna, Stefán svarar vel en Sverrir hefur samt rétt fyrir sér, Overton glugginn er komið svo langt til vinstri að MBL hafa tekið upp orðræðin og virðast feimnir við sín eldri gildi. Eva Sig segir svo það sem RÚV kallar óhlutdrægni er bara bullandi vinstri freyming, það er algjörlega óskiljanlegt að MBL skuli taka gagnrýnislaust eftir ríkismiðlunum. Við gefum Stefáni tækifæri til að svara þessu ef hann vill á eftir, ef hann tellir sig hafa gert það nú þegar. Vill Stefán að Gotti senda honum skáldsöguna The Camp of the Saints til að taka eitthvað fyrir bókaklúbb spursmála ég veit ekki hvað það er þessi frétt Hamas-liðuna á forsíðunni var snilld en því miður undantekning frá reglunni lippaframing MBL ok ég man ekki eftir neinni gagnrýni frá Mogganum þegar Bjarni Ben sótti 150 Hamas-liða frá Palestínu það var algjör þögn, samþykki í öllum miðlum þess að segja þetta að gefa Stefáni bara Þetta er augljóslega ekki áskrifandi af Morgunblaðinu Já, það er svo býtur við, svo var það hérna, Shin Bet hétt, sem að lét íslensk stjórnvöld vita hryðjuverkamenn á Íslandi. Já, það var ekki Mossad heldur þeir. Svo spyr ykkur hvaða hryðjuverkamenn, ekki Ísidór og félaga því þeir voru rétt sýknaðir. Templar segir svo aftur þegar að kvenna handboltaliðið frá Ísrael kom til Íslands voru engir áhorundur, það var Shin Bet í Ísrael sem vildi ekki áhorundur hér því hér eru hryðjuverkamenn og lögregla búin að missa tökin. Það var viðskiptablaðið sem birti fyrst tölfræði frá dönsku hagstofunni, fjallaði hana hér, hún hefur verið gefin út allavega frá 2018. En það er meðnafnt skýrslan? Ég bara er ekki viss hvaða skýrslu er verið að ræða. Svo kemur hérna hins vegar mjög áhugaverð spurning. Er ekki þetta að redda Stefáni drykk? Mér heyrist að vera þyrstur. Við reyndum. Þetta var að fyrsta sem var spurður að þegar hann kom hérna inn í stúdíóið. Það var ekki þyrstur. Og hér er mjög áhugaverð spurning, hvernig stendur málið með María Lilju og Semu Erlu? María Lilju hefur ekkert verið á samstöðin í langan tíma. Er það mál ennþá í gangi eða? Hvaða málið það? Það er auðvitað málið sem varðar Sólari samtökin og þessa fjáröflun og það var farið með pening á landi og augljóst að það var verið að múta hérna landamæravörðum við egypsku landamærin til að koma fólki út. Það var bara verið að borga mönnum fyrir að hleypa fólkið þarna út. Þetta voru 10 milljónar sem söfnuðust og engin mynd að því í raun og veru hvað varðum þessa peninga og það er alveg merkilegt að sjá hvernig lögreglan hefur brugðist í því máli, fellt niður rannsóknina æjofan í æ og reynda verið gerð afturreka með það mál og verið neytt þess að saksóknara embættinu til þess að hefja rannsóknina nýju og þetta er alltaf ábyrgð Höllu Bergþóru Björnsdóttur sem að núna er búið að verðlauna með því að gera ríkislögreglustjóra. Það er sami lögreglustjóri og gerði allt vitlaust eftir fréttina Hamasliðana í Höfðatorgs bílakjallaranum og fór mikinn gagvart lögreglustjónum niður á Hverfisgötu algjörlega brjáluð yfir því að Morgunblaðið væri með þessar upplýsingar og sendi síðan frá sér þessa yfirlýsingu sem að Sigmundur Ernir og fleiri notuðu til þess að berja á Morgunblaðinu. Þannig að þegar menn segja hvort af ég að trúa Morgunblaðinu eða lögreglunni þá á bara eitt að gilda, þú átt bara að trúa þeim sem segja satt og yfirstjórn lögregluna sagði ósatt í þessu máli og þá áttu ekki að trúa þeim og þá áttu ekki að heldur Hefur þetta mál verið hrakið ofin lögregluna algjörlega með óyggjandi hætti? En Morgunblaðið hefði aldrei flutt þessa frétt nema vegna þess að þessi
gögn liggja fyrir og ég hef rætt við lögreglumenn, ég kom nú ekki að þessum fréttaflutningi sjálfum, ég bara veit hvaða menn unnu fréttina og hvaða viðmið þeir notast við. Ég hef rætt við lögreglumenn sem að mér sé hafa haft samband við mig að fyrra bræði til að segja bara standið í lappirnar. Ég hef heyrt þetta allt saman, ég efast ekki um það. Það eru öllum áttum með þetta staðfest, en þetta hlýtur að koma fram þegar að vera fjallað málið sem dómsmál. Já, ég reyndi að tella það séu nú þegar komið fram ákveðin gögn sem að menn þurfi ekki að lesa mikið í, menn að það verða að kalla menn núna fyrir dómstóla út af þessu og þar kemur að ljós hvaða menn þetta eru. Afríski tannburstinn. Þá veldur maður líka fyrir sér sko hvernig staða ríkislögreglustjóra ef að hún hefur verið að... Það hreyfir ekki, sjáðu nú bara Óla Þór Hauksson sérstakann saksón eða héraðssaksónar sem að fer í einhverju auglýsingaherferð með einhverju ísraelsku njósnafyrirtæki og lekur í einhverjum fávitaskap út nöfnum fólks sem að sæti rannsókn hjá embættinu. Og það enginn sem sætir byggðist bara afsökunar og segjast alltaf breyta verklagi. Þetta er maður sem er að hundelta fólk út allar koppagrundir út af einhverju smámálum. En svo þegar hann sjálfur rennur á bannanhýðin og beint á andlitið, að þá að það ekki hafa neinar afleiðingar. Og fyrir kannski miklu alvarlegri sætt. Já, sjáuð bara til dæmis þetta svokallega Namibíumál með Samherja og annað. Það stendur ekki steinn yfir steini þessu. Ekki steinn yfir steini. Og þetta embætti fara að kjöldraga hér saklaust fólk, halda fólki á lista yfir sakborninga löngu eftir að ljós er komið að þetta fólk ber enga ábyrgð og hefur ekkert gert af sér. Og þetta eru bara opinberir embættismenn algjörlega friðhelgir og þeir vaða svona gagnvart fólki. Við erum að sjá þetta víðar, við erum að sjá Pál Gunnar Pálsson, forstjóra Samkeppniseftirlitsins, sem að dreifir svona hálfsannleika fyrir því að við þurfum að skoða þetta sennilegur menn hérna svína á neytendum og svoleiðis og benda á einhver fyrirtæki á þess að þau geti varið sig. Þetta er út allt kerfið þar sem að menn á grundvelli vóksins hafa farið á taugum og eru farin að þjóna einhverjum meintum almannavilja og níðast á samborgurum okkar í því skyni. Þetta er nákvæmlega það sem að strákarnir eru búin að vera að reyna að koma í orð hérna með einum og öðrum hætti. Það er akkurat þetta. Þegar að menn upplifa sig þvingaða af einhverjum svona ímyndaðum sterkum meirihluta sem er ekki til staðar. Nei. Og fara síðan að fylgja einhverjum meintum almannavilja sem er einmitt ekki til staðar. Segja ykkur eitt stutt dæmi. Samkeppniseftirlit Þórdís Kolbrún, hún var hérna atvinnuvegaráðherra, hún reyndi að koma gegn breytingu gagnvart samkeppniseftirlitinu á sín tíma. Sem var sér þannig að Samkeppniseftirlitið fellur úrskurð getur lagt á fyrirtæki kannski sem 2 milljarða sekt og þá getur sá sem verður fyrir sektinni, hann getur áfríðað því til áfríðunarnefndar samkeppnismála og það er þá æðra dómsvald eða úrskurðavald sem getur tekið þessa ákvörðun til endurskoðunar, hækkað, lækkað sektina eða fellt hann niður hvað það er. Nema hvað svo er annað ákvæði í þessum öllu þessu regluverki sem gerir það verkum að Samkeppniseftirlit getur, ef að það er ósátt við ákvörðun æðra dómsvalds eða úrskurðavalds, skotið þeirri ákvörðun til héraðsdóms og núna landsréttar og jafnvel hæstaréttar. Það er ferlið sem tekur bara 5, 6, 7, 8 ár sko. Og þau vildu breyta þessu þannig að Samkeppniseftirlitið gæti ekki haft skoðun á því hvað æðra sett úrskurðavald eða segja, þannig að þá sæti bara við þá niðurstöðu. En vegna þess að það var allt brjálæði í þinginu og Páll Gunnar Pálsson og þeir fóru í þingi og svo það má ekki skerða vald Samkeppniseftirlitsins í þessu efni og þarundu göttunum, að þá hefur ekki verið hægt að stöðva þetta. Þannig að þegar Samkeppniseftirlitið hefur núna farið í menn, ég þekki menn sem hafa fengið bara sem 1,5 milljarðs sekt út af einhverju meintu samkeppnislagabroti og menn segja, heyrðu, við ætlum að setja þetta hérna til úrskurðarnefndar og fá bara endurmat á þessu, að þá segja þið bara, ef að þú gerir það, þá munum við fara með málið alveg sama hvernig málsatök eru fyrir héraðsdóm og landsrétt og hæstarétt og við munum kjöldraga því 7 ár og allir gugna og allir borga sektina, menn ætla ekki að eyða næstu 7-8 árum í baráttu við stofnun sem hefur endalausum peningum að ráða og getur bara hallar sig aftur eins og ekkert sé. Og ég veit mann sem að lendi í svona máli þar sem að þeir á lokum undirrituðu sátt og menn borguðu himinn hafa sekt og hann satt með forstjóri fjármálaeftirlitsins niðurlútur eftir þetta og forstjóri eftirlitsins sagði, já, vinur minn, þegar við komum síðan út hérna á eftir þennan fund, þá skulum við báðir lýsa ánægjum með störf Samkeppniseftirlitsins í þessu máli, því að öðrum kosti geti það haft alvarlegar afleiðingar fyrir þig.
Hugsið Þetta er ykkur að alvöru- búa við alvöru í vinnubrögð. landi þar sem við erum með svona embættismenn. Það er ekki hægt að semja svona skít. Þetta er ömurlegt. En þetta er líka þessi hópur. Ég lendi í ákveðnu atviki þegar ég flutti fréttir af ákveðnu máli sem gerist í FB sem að sérsveiti var kölluð á vettvang með öllu hraða það miklu að þeir eru óku gegn umferð með öll neyðarljós á og allt svoleiðis. Þar kemur á endanum skólastjórinn og segir að ekkert í líkingu við þetta hafi gerst og mig grunar að það hafi verið ákveðið það dæmi að þeir hafi ekki farið inn í skólan þessir aðilar sem umræddi. Það var hengt sig á svolítið á þetta en lögreglan kemur aldrei og með sömu yfirlýsingu og ég var alltaf að bíða eftir, ég var alltaf að vonast til að verða kærður fyrir þetta vegna þess að þá hefði þurft að fara með þetta lengra en þá kemur símtal frá lögreglumönnum. Það sem við erum bara beðnir að hætta ekki að pota í þetta mál frá lögreglumönnum sem vissu betur heldur en að þarna væri eitthvað bara sem að hefði verið bara úr lausulótti gripið og þetta fjall svolítið sjálft sig því að eins og svo oft áður að heimildamennir sem maður var með þessu, þeir gugnuðu bara leið og það var verið að saka allar lygar og allt svona leið og fjölmiðlastormurinn kemur í fangið, þá eru svo margir sem að bara, þetta reynist á við það og hreinlega bara gugna, þannig að þegar kemur að svona að lögreglan skuli leyfa í rauninni þarna bara hreina lygar og skuli ekki leiðrétta í einhverju, hvort sem að ástæðan er talin vera í þá einhverja almannahagsmuna, ég finnst það bara graf alvarleg. Ef maður nefna eitt dæmi svipað þessu kom til mín maður í fyrra eftir að hafi verið Steinþór Gunnarsson, heitir hann, hafði verið dæmdur saklaus fyrir glæpi í tengslum við bankarunnið og hann fær málið endurupptekið og lokum hann sýknaður næstu 20 árum eftir að glæpurinn hafði átt að eiga sér stað. Og það er ljóst sem sagt að stjórnvöld, héraðssaksóknari sem að þá var sérstakur saksóknari, hafði farið með mannin í gegnum allt dómskerfið og fengið hann dæmdan á röngum forsendum. Og hann kemur í viðtal til mín, þetta er eitt mest áhorfða viðtal í sögu spursmála og mér þótti athyglisvert í kjölfarið að fá mannin sem hefði fengið hann dæmdan í viðtal. Ég óskaði ítrekka eftir því við Ólaf Þór Hauksson að hann kæmi í viðtal því mér langaði til að eiga bara hreinskiptið og heiðarlegt samtal um það, til dæmis bara hvaða tilfinning það væri að hafa fengið mann dæmdan í fangelsi sem ekkert hafði gert af sér. Það er bara mjög áhugavert mál. Hann neitar að koma. Hann talar bara við Ríkisútvarpið þegar að PPP-málið og þessi mál komið, þá kemur hann og fær algjörlega fríspil. Hann mætir ekki viðtöl þar sem hann telur sig þurfa að svara gagnrýnum spurningum. Þetta er embættismenn ríkisins. Velja að ræða við ríkisfjölmiðil en ræða ekki við fjölmiðil sem er líklegur til þess að láta það standa fyrir málið sínu með svona ákveðnum hætti. En ég meina það hefur líka verið bara hugmyndafræðileg yfirtaka á öllu þessu embættismannakerfi, á flestum frjálsum fjölmiðlum, gefum bara mokkanum Þú ert þannig að gefa eftir. Já, ok. Þú ert ekki með nógu mikla drottnunarkennd gagnvart mér. Nei, sko. Aldrei sé menn lippast í að pratt niður. Og þetta er það sem ég var að segja við. Ég hef bara okkur væntingar til mokkans og Og tók við klukkutíma og 45 minútur að brjóta þið niður. Og við erum með í rauninni bara svo opinbert kerfi sem gegn sósa af þessu, með háskólan gegn sósa af þessu og þetta hefur áhrif á það hvernig við tökum bara ákvarðanir og sko punkturinn er að mér finnst hægrimenn að þeir eru rosalega duglegir, við erum rosalega mikið að tala um þetta en strax og einhver dettur það í hug að gera eitthvað, að taka einhverjar ákvarðanir til þess að reyna einhvern veginn að sporna við þessari þróun samkvæmt sé þessu málum með útlendingamálum með bara gera eitthvað, fyrir rauninni bregðast við þeim vanda sem þetta fólk er að valda í samfélaginu hverju sinni, að þá finnst mér hægrið vera svo latt við það að vilja í rauninni gera eitthvað af því að þeir eru svo, ég veit ekki, hrættir við að fá einhvern ofstækisstimpil á sig eða whatever, þú veist, ég fæ einhvern svona ofstækisstimpil á mér af því að sko ekki bara vilja til dæmis tala um útlendingamál, ég verið til að vera gert eitthvað í þeim, ég er til í, þú veist, hægrimenn vilja það virðist vera einhvers konar hugafarslegur vandi hjá íslenska hægrinu og hægrinu reyndar víðar þar sem menn vilja gjörsamlega fá að ræða vandamálið endalaust en ekki
þú veist, svo dettur engum í hug að gera neitt. Þú veist svolítið að auglýsa eftir svona hægri aktivistum. Ég meina, bara miðflokkurinn og sjálfstæðarflokkurinn talar þeir tala útlendingamálin mikið og svo leggum maður fram, ok, eitthvað laust vilji fara í eitthvað fjöldabrott kannski ekkert, þú veist, vilji ekki, þeir bara forðast að ræða það að gera eitthvað í þessu. Menn reyndar til að geta sangin, þá reyndu menn að koma í gegn breytingum ítrekkað á útlendingalögunum en tókst ekki út af samsetningunni í þinginu með meirihlutana árum 2017 til 2024 og ég held að pólitíkin sé dálítið undirorpin þessu. Eitt dæmi nú var mjög góðu punktur hjá Heiðari Guðjónsson í viðtali hjá Tóta núna fyrir í síðustu viku, ef maður rétt, þar sem að var verið að ræða þessa ákvörðun að segja upp einhverjum upplýsingahöllunum hjá Reykjavíkurborg og það var bara bein útsending og bein textalýsing á RÚV og það var bara eins og himnarnir hefur hrunið á sama tíma og fólki, til dæmis, það voru tugir manna sem mistu vinnina eftir að veiðigjalda frumvarpið fór í gegn í þingina, RÚV og öllu þessu liði var algjörlega sama fiskverkafólki, sko, en upplýsingafulltrúarnir sem eru búin að vera að naga þessa blýjant þegar Dag B. Eggertsson í áratugi, það var bara eins og þeir hefðu nánast verið leitir í gapastokk. Og þetta eru hluti sem að maður sér að stjórnmálamenn veigra sér mjög við að fara í mikla uppstokkun á hlutunum. Það er afskaplega sjaldgæft að maður sjá stjórnmálamenn horfa á stórt kerfislegt vandamál, segjum til þess bara biðlista í heilbrigðiskerfinu og gera eitthvað róttækt í því að vinda ofan af vandanum. Skýrasta dæmi síðustu ára í þeim efnum er Ásdís Kristjánsdóttir og Kópavogsmódelið í leikskólamálum. Það sem að menn stóðu frammi fyrir bara sama vandamálun eins og allstaðar og allt í klessu. Og hún fer og hún brýtur kerfið upp, breytir öllum hugsunarhætti og uppsetningun á þessu, ekki gallalust, en þau gerðu breytingar og árangur lét ekki á sér standa. Það er gjörbreytt ástand í leikskólamálum í Kópavogi og hvert sveitafélag fætur öðru að taka þetta upp. Og sjáu svo uppskýruna í síðustu kosningum eftir já, það. Og þetta er það sem að maður hefði viljað sjá að menn gerðu í pólitíkinni. Ég hætti reyndar til þess að miðflokkurinn hafi tapað fylgi undir lok síðustu kosningabaráttu því að þeir fóru að milda tónin í útlendingamálunum. Og ég segi bara eins og að því ég var nú að taka viðtal við Björn Sóeka, ég fylgst með því hvernig hann umbylti starfsemin á Karolinska háskólasjúkrahúsinu. Ég fengi ákveðin innsýn í það hvað hann er að gera á King Faisal sjúkrahúsinu í Ríad, að varðandi biðlistana og vandamálin í íslenska heilbrigðiskerfinu, þess að þessi fráflæðisvandi er endalaus. Það þarf að fá svona menn til þess að taka til, brjóta kerfinu upp og gera þær breytingar sem þarf að gera. Þannig að það er alveg rétt hjá þér að menn tala en svo gugna menn og oftast er það fyrir kerfinu. Í þessu fyrrnefnda viðtali mínu við Björn, þar fer hann til þess yfir það hvernig embættismannakerfið í Brussel virkar. Einn af æðstu stjórnmálaleiðtogum Evrópusambandsins kallar hann á fund og hann og annan forstjóra virtasta sjúkrahús Evrópu í Þýskalandi og segir hvað eigum að gera og þeir komið tillögur að því hvað breytingar þurfa að gera. Svo koma þær á fund nokkrum mánuðum seinna og fara að spyrja út í það hvað sé búið að gera því að stjórnmálamann hafði skipað embættismönnunum að hrinda sér framkvæmd. Það var ekkert búið að gera, ekkert. Af því að þeim leist bara ekkert á þetta. Ég held að sé líka, ef maður bæta við einu, að hægrið sé líka að miklu leitin til hrætt við almenning og almenningur er náttúrulega bara óraunverulegt fantóm sem að fjölmiðlar skapa til þess að búa til ákveðna pressu á að keyra ákveðna stefnur í gang. Þú meina að hægrið er að segja eins og Ingibjörg Sólrún sagði á sínum tíma á hundunum, þið eru ekki þjóðin. Já, í rauninni, af því ég meina fjölmiðlar, þeir eru búin að búa til ákveðna svona mynd sem fólk hefur og hefur skoðanamyndandi áhrif alveg rétt sem á það hvernig fólk hugsar og hvernig fólk tjáir sig og þetta er skökk mynd, þú veist, almenningur er ekkert, ef þú lest bara í blöðunum og þá færði eitthvað svona mynd af almenningi, ég held að þetta sé ekki raunverulegt. En aftur á móti ég trúi því sem Kierkegaard talar um þetta í The Present Age, þetta er bara ekki til, almenningur er ekki raunverulegur, þetta er bara fantom, þetta er bara feridöst. Já, hann verður líka til í ákveðni mynd í gegnum samfélagsmiðlana og múæsingi þar. Ég segi bara hunsa þetta. En ég held sko að það er ein leið til þess að rekja þessu hluti. Þú veist, til að mynda ef þú upplifir að það séu rosalega margir sem er að tala fyrir ákveðnum málefni, eins og við sáum í MeToo og við sáum í BLM og allt þetta og öll þessi vógeðviki sem hefur riðið í rauninni yfir okkur sem að veriðist vera svona að sigla bara, þú veist, á hverju sker og er svona að deyja út vonandi, eða ég vona það. Og hvað voru það raunverulega margir?
helviti margir og sko á tímabili þegar mest var, þá held ég að hafi heldur margir, svo bara minkar þessi hópur og minkar, en fólk heldur alltaf séu, já margir, kannski voru þeir ekki margir, en ímyndin var að þeir varu stórir, þetta var áhrifamikill hópur. Þeir voru nógu margir til að valda því að fólk til þess misti vinnu og annað. Það er... Fólk upplýði að þetta væri almenning. Já, en það var yfirleitt ekki að því voru sko endilega rekin, jú, í einhverjum tilfellum. Já, menn voru bara reknir og við þekkjum bara dæmið það voru margir sem bara fórnuðu höndum eða gáðust upp eða fóru og báðust afsökunar af því að þeir töldu kannski að það yrði þá, þú veist, afleiðingarnar. En svo þegar maður sér það núna í dag, þú verður að skoða skoðanakannanir sem eru gerðar. Þú veist, viltu láta taka harðar útlendingamálum? Það var bara 90% já. Þú veist, þannig að þegar þú fer að sjá skoðanakannanir, þegar þú ferð í raunverulega að líta á gögnin, þá sérðu að þetta orðið minni hluti sem með þessar rosalega öfgafullu vinstri vóg skoðanir og þeir eru í rauninni bara að sko hanga í hverju hálmstrái. Samt er stjórnmálamönnum hræddir við þetta fólk. Ég það kannski einhverju ennþá, ég vona þessi degi. Ég vil fá að ræna þessu svolítið vegna þess að það verið að biðja okkur að slatta í tjatinu að minnast á þjóðkirkjuna. Jesús minn. Það náttúrulega, það kemur svolítið. Það er það sem þjóðkirkjan þetta hugsa meir Ég veit ég fæ ekki neitt bjór, get ekki fengið eitthvað meira að drekka hérna, ég svo þurri í hverkonum. Já, við verðum að gefa manninum að drekka. Þetta er svo svakalasta bindindi samkoma sem ég lendi í. Þetta er svo stúka. Þetta líka tekið þetta. Ekki á hinum endanum. Það eru búin að fara nokkri niður. Hvað er klukkan á Spáni? Hún að vera nálgast 12. Þetta viðtal mun fara fram á 2 ólíkum dögum. Já, þetta er 2 daga viðtal hér, sko. Þannig að ég að vinna miklu meiri vinnu heldur en hinni strákandi, sko. En að Rúnar Gerhard nefnilega segir, það var bara í dag tekið alla krossa og landakot spítala sem hengu á veggjum spítalans. Mér finnst þetta stórfurðulegt og það er verið að biðja okkur að ræða þjóðkirkjuna og þá náttúrulega væntanlega hljótum að komin á þetta fánamál sem að var gert og ég veit ekki hvar hún stendur orðið. Mér finnst orðið eins og þetta hljóti að vera þannig í dag að regnbogafáninn eða inngeldandi framfarafáninn eins og Sverrir okkar vill kalla að hann orðin miklu sterkara og kalla fram miklu meiri tilbynningar hjá embættismönnum kirkjunar heldur en nokkuð tíma krossin. Hefur þú tekið eftir þessu eitthvað, Stefán? Ég veit að tekið eftir því hvernig slagurinn þennan fána og hversu viðkvæm svo umræð og það er svo auðvelt að stilla því upp þegar menn setja spurningamerkin eins og Snorri Másson gerði við notkun þessara fána og þessara tákna til þess innan skólastofnana og þegar menn setja spurningamerki við það eða velta vöngum yfir því hvernig þeirri notkun háttað að þá strax farið í að stimpla menn og segja þú ert á móti samkynhneigðum eða þú ert á móti fólki sem að hefur skipt kyn eða og ég veit ekki einu svona hvaða orði ég má nota það sko. Já. Og ég held að það sé jákvætt í sjálfu sér að við og auðvitað eigum að tala fyrir mannréttindum og skólakerfið á þetta byggja á hugsjóninni jafnan rétt allra. En það sem að maður óttast varðandi þetta og maður hefur séð með þessa fána að þetta verður svo alltumleikandi, þetta tekur á sig trúarlega mynd, frekar heldur en þá mynd að sig að ræða sjálfsög mannréttindi. Og þegar að þessum fánum er hampað allstaðar, börnin sjá þetta í skólastofunum, á skólalóðinni og út allt í fyrirtækjunum, þá fara eðlilega að vakna spurningar sko, hvað forgangsröðunin? Sko, hvað það sem við erum að innprenta hjá börnunum? Er þetta upphaf og endir alls? Er þetta hlutinni sem að skilgrein okkur sem samfélag þegar upp staðið, þar að segja kynhneigð fólks? Og ég dálítið sammála þetta hafi verið Hörður Lárusson félagi minn sem nú okkar helsti sérfræðingur í fánamálum, íslenska þjóðfánum, hann sagði það þetta óheppilegt ef við stillum þjóðfánanum upp sem eða svona sem verkfæri til þess að ýta þessum fána til hliðar. Ég held að það sé ekki heppilegt, en spurningin þetta svo
væri ekki langt heppilegast eins og varandi skólana að það væri íslenski fáninn sem að blakti á skólalóðinni og að íslenski fáninn væri aðgengilegur sjónrænt þetta sinni skólastofunni eða inn í skólabyggingunum og við nýttum það stórkostlega tákn sem að hann hefur að geyma til þess að tala fyrir mannréttindum og þeirri sjálfsögðu kröfu að fólk fái að vera eins og það og hvernig því líður. Ég á þeirri skoðun að það séu sjálfsögð mannréttindi fólks að það geti bara skilgreint sig eins og það vill, það ekki mitt að ákveða það, en að það sé gert af einhverjum sameiginlegum grunni eins og þessum. Ég meina það í stjórnarskránni að við höfum öll að njóta sem réttinda og mannréttinda og svo framvegis, við höfum aðrar þar í samningum og við gerum það undir lýðveldinu í Íslandi við bak við þennan fána. En samt sem áður einhvern veginn þá gildi eitthvað allt annað. Ég skil þetta ekki. Sko. Mér finnst rosalega mikilvægt að við komum inn á þessa tilhneigingu sem við erum búin að sjá hérna í löndunum í kringum okkur, það sem búið að svona, og þetta með það sem varst að tala Stefana, að við höfum ekki nota fánan gegn einhverju öðru. Það það við erum búin að sjá ákveðin öfl vilja einhvers konar djöflavæða alla þjóðfána, þess að þjóðfána í rauninni allra þjóða. Bretar mega ekki lengur flagga fánanum sínum við ákveðin tilefni, það í sumum tilfellum þeir hvattir til þess, í öðrum tilfellum fá þeir bara blátt bann við því. Í Þýskalandi þá þeir farnir að setja bara bönn við þessu og það allstaðar farið að tala þjóðfána ríkis sem einhverja skona ógn við þá sem að nýir eru. Þetta eitthvað skrítin sem virðist vera samhæð hreyfing. Þetta gerist ekki fyrir tilviljun. Í Þýskalandi hefur notkun þjóðfánans verið mjög viðkvæmt mál allt frá lokum seinastríðs. Öll þjóðernis svona almenningur í Þýskalandi flaggar ekki þýska fánanum mikið við heimili sínu hana, en því öðruvísi farið út í Danmörku og sem betur hér og víða. Og ég held að við séum ekki að eiga við þennan vanda í sjálfur sér hér, en það bara þessi viðkvæma umræða þessa fána sem að lúta að réttindabaráttu ýmis konar og auðvitað inn í það blanda síðan líka aðrir fánar með tilbrigði þar sem að kynhneigð, mögulega afbrigðileg kynhneigð að mati sumra á í hlut og hvort að umræða þau mál eigi heim í skólastofum. En þetta raunverulega réttindabaráttu? Ég meina réttindabaráttu, við tölum einhverjum mannréttindabaráttu, þú ert alltaf að tala einhver neikvæð réttindi, þú tala réttindi einstaklingsins gagnvart ríkinu í flestum tilfellum. Mér finnst umræða mannréttindi í íslensku samfélagi vera orðin absúrt, hún fáránleg, hún tekin á einhverjum bullforsendum. Fyrir hvaða réttindum nákvæmlega verið að berjast undir þessum fána? Það auðvitað verið að tala réttindi, það líka verið að tala og verið að reyna... Persónulegu réttindi eru í húfi þarna? Það verið að ræða líka fordóma og það svona... En það ekki mannréttindi? Já, það mjög flókið mál að ræða markalínuna milli mannréttinda og réttarins til þess að vera óáreittur. Og ég verð að segja eins og á Íslandi, ég held til dæmis að hægri menn verði fyrir mun meiri hatursorðræðu og opinberu neikvæðu áreiti heldur en samkynhneigðir. Það hafa komið upp dæmi því miður þar sem að verið að gera að hrópa og köllað samkynhneigðu fólki, samkynhneigðu menn sem leiðast niður í bæ og það verið að gelta og eftir eitthvað slíkt. Það til óþurftar og það til skammar að þeim sem halda þeir fram. En það hefur verið notað sem dæmi meint bakslag í réttindabaráttunni. Ég held að við myndum aldrei búa til samfélag þar sem að fólk vegna skoðana sinna litarháttar eða kynhneigðar mun aldrei verða fyrir neikvæðu áræti. Alveg eins og að fólk mun alltaf verða fyrir einhvers konar áreiti ef það tjáir trúarlega skoðanir sínar eða stjórnmálaskoðanir. Ég þekki það nú bara af eigin raun að maður hefur orðið fyrir aðkasti vegna slíks. En finnst þér ekki skipta máli að hlutinni séu kallaði réttum nöfnum? Þú veist að mannréttindabarátta, þetta gerir lítið úr raunverulegri mannréttindabaráttu því þetta sama lið og þykist fyrir að berjast fyrir ykkur mannréttindum þarna þegir þunnu hljóði í allri umræðu tjáningafrelsið og reyndar bara mjög ofta beita sér fyrir harðari hatur, bara beita sér fyrir því að þrengja tjáningafrelsið á Íslandi, sami hópur og kveinar undan þessu og svo finnst mér einhvern veginn frá kollektífa hægrinu sem ég alltaf gagnrýna, það kemur einhvern veginn ekkert
það er ekkert respons við þessu, það er ekkert sens inn í umræðina og það er bara, já, ok, ég samþykki bara þær forsendur sem að vinstrimenn eru búin að setja í umræðina að þetta sé bara einhver mannréttindabarátta og ég ætla þá bara að setja mig í þá stöðu að ég sé einhvern veginn að berjast fyrir einhverjum mannréttindum og ég sé einhvern veginn svona, já, ég á móti mannréttindabaráttu. Þú spurðir mig, finnst þér ekki skipta máli að nota rétt hugtök og þú veist svarið við þeirri spurningu. Já, ég bara, mér finnst, ég er mikið að impra á þessu, mér finnst að hægri menn og mættu vera duglegri í því að koma með sens inn í þessa umræðu sem ég finnst vera komin út í tómt rugl og langt frá öllu. Aftur finnst mér sko að það hefur þurft að taka ofbóðslega slægi og það var mikla fórnir verið færðar til þess að tryggja réttindi og eðlilega bara lífsætti fólks til dæmis samkynhneigðra. Það var ægilegt að vera samkynhneigður maður á Íslandi eins og annar staðar fyrir kannski 50-60 ári og jafnvel ekki lengra síðan. Við höfum mörg ömurleg dæmi þarum og það er bara þetta sem að þurft að taka harðastlagi fyrir og margir sem að stóðu sig vel í því og aðri sem að eiga sér miður góða sögu að segja. Þess vegna finnst mér líka mjög merkilegt hvernig sami hópur hefur í mörgu tilvikum tekið hér upp hanskan fyrir hópa fólks sem að flyst hingað umvörpum, sem að hefur viðurstyggilega afstöðu til þessa fólks. Eitt sá maður sem að hefur hvað harðast gengið fram í þessu er Páll Óskar Hjálmtýrsson sem hefur byggt allan sinn feril á þessari stóru baráttu. Og hvar er hann núna þegar hingað þyrpist fólk sem telur að þurfa að skera hann á háls að því að hann vil sofa hjá karlmönnum. Ég næ ekki þessu glórulausa rugli sem við horfum upp á þegar þetta fólk tegir þunnur hljóði við þessar aðstæður. Ég á sjálfur og tók þessa umræði einmitt svolítið mikið í gegn með því að setja þetta á sama level, ég notaði sömu rök. Það sem að var verið að segja einmitt frá því að þarna væri verið að lýsa yfir stuðningi við þessa baráttu eins og þú nefnir og að segja að þessi hópar séu sérstaklega velkomnir í skóla og annað, þessna blakti hérna fyrir utan. Nú á ég strák með Downs og ég setti einmitt hann inn að mér finnst alveg hræðilegt. Nú vissi ég ekki að kerfi væri með svona mikla fordóma fyrir börnum gegn Downs. En það væri búið að sannfæra mig núna það af þessu fánaliði að það sem að fáni Downs fólk blaktir ekki við skólana, þá er hann augljóslega ekki velkominn þar. Þetta eru rökin sem þau nota og þar sem að hann er ekki velkominn þar, þá náttúrulega verði ég að fara fram á það að hann fái fána þar. Og ef að þau ætla að halda sig við þessi sömu rök. Þessi rök voru náttúrulega tækt í sig af sama fólki og notaði þessi sömu rök þennan fána. Þau náttúrulega sáu hvað mín rök voru viljandi fáránleg því að þau náttúrulega halda engu vatni. En þetta er samt það sem þau að segja og þetta bara heldur engu vatni hjá þeim og þess vegna finnst mér þetta svona rosalega lélegt og þarna eigum við einmitt við að flagga íslenska fánanum sem einhverju sameiningartákni því að allt í þessum framfarafána hefur ákveðna merkingu og þess vegna er rosalega slæmt að við séum að ýta í rauninni undir sérstakann stuðning við þá hópa sem að sá fáni er yfir en ekki við hina. Það er rauninni svolítið það sem er verið óbeint að segja. Það sem ég vildi kannski koma að því að þú nefndir þetta í samhengi við þjóðkirkjuna að það sem að mér finnst óþægilegt í þessu er að mér finnst umræðan þennan tiltekna fána og það sem hann stendur fyrir hafa tekið á sig í meira og meira mæli trúarlegan blæ og að grundvöllurinn fyrir umræðunni er orðin trúarlegur og þá verður til líka þetta ástand það sem að menn er að berja svo heilagri baráttu og það má þagga niður í þeim sem ekki eru algjörlega réttri línu og viðbragði við Snorra Másinni bara öll einkenni slíkrar heilagrar baráttu og það er vont vegna þess að hér erum við einfallega að tala réttindi sem að eiga að vera tryggð stjórnarskrá en þarf síðan auðvitað sífellt að diskutera hvort að séu virtið ekki bara eins og öll önnur réttindi og þá við tjáningafrelsi líka og ég held að þarna hafi menn bara einfallega farið fram úr sér. Ég held að þessi notkun, ég held að hún
sannasagna hafi orðið einhvern veginn of mikil. Ég held að það sé alveg margir sem eru sann kristnir og þannig morgum sem að finnast trúarbröð vera heilög að það er eðlið þeirra? Já, það sé að segja að setja kannski fána sem að fer svolítið gegn Kórintu og Rómverja bréfinu og það sem að Páll Póstuli er að tala um eðli kynhneigðar, ég maður rétt og þetta er heilagt fyrir sumum og það er svona verið að augra þessu í augum sem að kristna manna og maður veldi fyrir sér, þú veist, á endilega svona fáni þá heima á kirkjudröpum, það er kannski verið að það eru skírnir, það eru fermingar, þú veist, það eru jarðafarir og annað, þú veist, mætti ekki bara sleppa því að hafa hann, mætti hann ekki vera bara einhver starf annars. Kirkjan hefur tekið sína afstöðu þessum málum og gert það á trúfræðinu grundvelli. Kirkjan túlkar ritningarna sem þú ert að vísa í og fleiri á þann veg að hlutur sé öðru sé farið heldur en þeim sem að finnst þetta árás á sig og sína. Já, en þú veist jafnvel og ég að kirkjan brotnaði niður í mismunandi skoðanir og svo framvegis katólska og þú veist, alls konar sko. Kierkegaard tala mikið um þetta að Biblían er mjög einföld, hún er mjög skýr en það eru bara mennirnir sem að reyna að miskilja hana til þess að þurfi ekki að fara eftir þeir eru alltaf að reyna að losa sig. Hún er náttúrulega ekki skýr og hún er ekki einföld og það er reynda það stórkostlega við þetta fyrirbæri að og ég held að þeir sem að settu biblíuna saman, þetta eru 66 bækur sem að skiptast í Gamla testamentið og Nýja testamentið og innbyrðist stangast þessi textar á. Ég held að menn hafi gert það vitandi viss. Þessi menn sem að settu biblíuna saman þekktu þessa texta mjög vel. Við til dæmis sjáum það bara strax í Mósebókunum að það eru 2 sköpunarfrásagnir og þær greina ekki með sama hætti frá því hvernig heimurinn á að hafa orðið til. Við erum líka með frásagnir af lífi og starfi Jesú, síðustu sólarhingunum í lífi hans og líka frá því hvernig fæðingu hans barað og ritningunum ber ekki í svona krónológísku samhengi saman. Þetta eru ógnar flóknir textar sem er að lýsa mannlegri tilvist og mannlegum tilfinningum og því hver við erum og hvernig við sjáum okkur í samhengi við heiminn sem okkur er varpað inn í og hvort að þarna sé almáttugur Guð að baki eða hvað það er. Þannig að þetta er mjög flókið mál og þetta hefur verið mjög flókið og erfitt mál fyrir kirkjuna að leysa úr þessu. Lengi vel var kirkjan bara algjörlega þversum gagvart samkynhneigðum og talaði samkynhneigð sem synd. Kirkjan gerir það ekki lengur en kaþólska kirkjan er á dálítið annarri línu og orthodoxa kirkjan er á enn annarri línu og annað þannig að þetta er og hvítasunur hreyfingin og allar þessar kirkjudeildir. Þeir tala bara gjörningin sjálfan sem synd er ekki eðlið. En sko þjóðkirkjan hefur komist að niðurstöðum þetta og blessar þessi sambönd og gerir ekki ágreiningum þetta og við þær aðstæður þá er bara sjálfsagt að þessi fánu og þetta tákn sé þar aðgengilegt. Ef að fólk getur ekki fellt sig við það, þá ferða þetta bara aðra kirkjudeild eða skráir sig úr þjóðkirkjunni. Og það er nú reyndar vandinn sem að þjóðkirkjan stendur frammi fyrir. Og ég var enda búin að spá því þegar að núverandi biskup tók við að hún er síðasti biskup þjóðkirkjunar vegna þess að nú stefnir áfram hraðbyr í það að félagsaðild að þjóðkirkjunni fari undir 50% sem er í fyrsta sinn í sögunni sem að það gerist. Hvar stóðum fyrir svona 20 ára, veistu það? Ég er ekki með nákvæmlega tölur en þetta hefur á síðustu 30-40 árum farið úr sennilega 85-90% og niður í núna, ég held að það sé komið í 53% eitthvað svoleiðis. Ég skráði mig úr þjóðkirkjunni þegar núverandi biskup náði kjöri vegna þess að ég veit hennar afstöðu í öllum málum og sá bara í hvað stendi en öllum málum, þú ert í mörgum málum í þessum málum en hérna ég er rosalega ósámálaður með þetta með að þarna eigi fánin að hanga í þjóðkirkjunni því að samkvæmt sko bara trúni þá eru allir velkomnir að inn og mér finnst ofboðslega vond og mér finnst það vond skilaboð að ef þú ert að segja að það þurfi að hanga ákveðin fáni á stað til þess að sá hópur geti upplifað sér velkomin
þá hlýtur það að segja að ef að fáni hangir ekki þar, þá sé sá hópur ekki velkomin ef að hann einhvers konar jaðarsettur á svipaðan hátt og þess vegna finnst mér að vond hugmynd að gera það. Ég vona að það hefur ekki verið að vísa til mín í þessu sambandi. Ég var bara að vísa þetta mál upp í Grafavogi þar sem að lengi, og nú er þetta biskup, var nú sóknarprestur þar og þar hafa menn lengi lagt mikla áherslu á þessi mál og það eru nokkri prestar sem það var gert. Ég held að kirkjan sé auðvitað bara í ákveðinni kreppu með þessi mál og mörg önnur. Það eru sífellt fleiri auðvitað að víjast til prestþjónustunni í þjóðkirkjunni sem að ég er stórlega efins að trúa á Guð yfir höfuð og líta þetta sem svona einhverja félagsfræði tilraun eða svona félagsfræðilegt verkfæri til þess að koma fram einhverjum vinstri sjónarmiðum. Það á ekki við í þessu máli. Ég hef bara samúð með því hvernig kirkjan hefur nálgast þetta varðandi samkynhneigðina, en þetta eru hins vegar miklu flóknari mál. Fáninn er auðvitað marglit og svo eru konni fleiri fánar eins og ég var að lýsa á þann með allskyns sjónarmiðum, til dæmis bara eins og þessar spurningum BDSM, bara eitthvað drottnunar ofbeldis kynlífið eitthvað, ég kann nú ekki eins og skilgreina þetta og ég meina alltaf þjóðkirkjan að fara að taka afstöðu til þess. En líka bara þessi sjálfsmyndar... Þetta eru eins og þú hefur komið inn á, þetta eru miklu flóknari fáni heldur en bara allir eru jafnir fáninn. Og ég meina, þessi sjálfsmyndar pólitík þú veist, þetta fer allavega gegn mínum hugmyndum bara einstaklingin sem stendur einn gagvart Guði, bara sem einstaklingur og en þarna, þessi sjálfsmyndar pólitík, þar sem að þú ert að identifæja með einhverjum hópi og þú veist, það er það sem þú ert. Og ef þú gerir það og tekur upp einhvers konar utanaðkomandi identitet, þá er náttúrulega, og þetta er kirkjugar talar sem er þess að stórkostlegu hættu í lífinu, þessi angist að komast aldrei raunverulega að því hver þú ert sem einstaklingur gagvart Guði, og ég held að þetta sé bara að aftur að því að það geti orðið nokkurs konar það geti eitthvað trúarlegt átt sér stað inn í kirkjunni þegar menn eru bara á fullu í þessari sjálfsmyndar pólitík sem kirkjan á þetta fyrst og fremst að vera undir krossin er tákn kirkjunar, en þetta kirkjan hefur þetta bara lent í allskyns vanda, þetta líka út af hneykslismálum sem hafa komið upp innan hennar og er enn að gera. Og svo kirkjan sífellt að reyna að markaðsetja sig ná til fólks. Ég hef sett mikil spurningamerki við Liverpool-messur, Bob Dylan-messur og eitthvað slíkt. Í mínum huga á að tilbiðja einn Guð og ekki að vera að setja aðra á stall. Svo ekki sem þetta ekki United-messur? Já, það er nú kannski besta hugmyndi sem ég hef heyrt hér í kvöld. En við höfum líka séð ákveðna tendens að hjá kirkjunar þjónum til þess að láta tilbiðja sjálfa sig. Og þetta er ofbóðslega vinsælda pólitík þar sem margt sem kemur frá kirkjunar þjónum ber vott að því að fólk vil láta hampa sjálfu sér, vil leiða athygla sjálfu sér. Svona einhvers konar félagslegu narsisismi þá. Já, og það er fólk sem hefur látið eða nýtt kirkjuna sér til framdráttar. Akkurat. Og einhvern veginn mist sjónar á þessari kröfu sem gerði til þjóna kirkjunar það að bara predika Guðs orð hreint og ómengað. Það er hann sem er á stallinum, ekki presturinn. Ég hef verið að lesa sögu austrómverska ríkisins með Samtíum, sem er helvítilöng, getur 1000 ára ríki og var svona helsta miðja kannski kristindóms, bara alveg frá fornöld og svo yfir á miðaldir. Og maður sér það er hvert kirkjuþingið og fætur öðru. Og það eru oft keisar að reyna saman að ríkið er að breyta einhverjum hlutum, svo er kannski farið svona trúarlegt stöf, relics sem hafa verið að hampa og svo mátti ekki hampa því að það hafa búið að ganga í þann tíma og að Guða refsa og svo gekk þetta svona fram og tilbaka. Þannig að það er rosalega þekkt að kirkjan breytir afstöðu sinni og svo einmitt klofnar hún, það er kaþólska kirkjan og svo fer hún í, hvað er ortodox í manni, 988, eitthvað svo leiðis og svo heldur þetta áfram og svo komum við mótmælanlega trúinn og við erum með allir þessi trúabrotir en eins og í grunninn er allir að trúa á það sama Mér finnst þetta mjög áhugavert og svo sér maður þetta breytast einmitt hérna, þetta er að taka svolítið drastíska breytingar svona með kannski hvað hefur verið.
þú mátt alveg vera syndgari, sko, þú veist, það eru allir syndugir gagnvart Guði, mér og minna. Þannig að, þú veist, ég veit það ekki, var verið að afneita einhverjum sérstökum, ég er ekki endilega viss um það, sko. Svona, mér finnst þetta, ég hef ekkert á móti því að allar kynhneigðir svona séu teknar inn í kirkjuna, ég skil það alveg, en ég held samt á ákveðnu leyti gætu margir innan kirkjuna lítið þannig á að það sé verið að augra með svona fánum. Og ég get alveg skilið það, sko, þó að ég sé ekki endilega sammála því sjálfur. Ég ætlaði ekki að fara að nynni, ég held að þú væri búin Ekki mál. En hérna við vorum að fá greitt komment frá honum Rúnari, þar sem hann segir 1 ár frá bjórkvölduru til bakslagsins, takk og Deus vult, segir hann er mikill meistari og virkur innan kaþólsku kirkjunar. Takk fyrir það. Já, við erum eins árs. Já, við erum nefnilega rétt rúmlega eins árs, rétt búin að slíta fyrsta árinu. En við eigum cirka kortir eftir og mér langaði að það eru margir biðum að við tökum aðeins kommentin fyrir. Og hér til dæmis rætt akkur hægrið dautt í dag, segir Sven Sveinsson. Já. Miðflokkurinn klofinn því Snorri einn í slagnum með sínu stuðningsfólki. Sjálfstæðisflokkurinn líka búin að vera í ruglinu með vinstrinu og það breytist lítið. Sammála þessu. Kjalli segir meira af Einari Stefánssyni og MBL og minna af blaðamönnum úr skóla Kjarra sinni. Verðlauna blaðamaðurinn Kjartan Kjartason, hann mikill vinur þáttarins, hann er í hávegum hafður alltaf þegar við ræðum blaðamennsku hér. Mér finnst bara magna að hans ekki löngu dáin af völdum loftslagsbreytinga, sko, með það hvernig hann hefur skrifað, sko. Við ættum öll að vera steinduð. Algjörlega. Þetta er ekki gott með hann Kjartan okkar, en við munum aldrei hægt að tala vel hann og bjóða velkomin í þáttin og allt svo leiðis, en hvort það samþykir, það verður alltaf mál. Og akkur megum við ekki bara vera þjóð í friði, segir Eva Sig, akkur þarf að réttlæta landamæragæslu með feminisma eða hommaréttindum, sérstaklega í ljósi þess sem kom í ljósi í Bretlandi og Helgi Magnús minntist á sem menn að gera sér upp samkynið, það er kannski önnur umræða sem við höfum tekið fyrir. Vistabandi jarmjafnvel þá var kvartað yfir að það var laust og menn mistu vinnuna krossmessu byrjun maí, atvinnuleysi verra en nokkuð vistaband. Hanna Þurí Jóladóttir segir Ísland kristið samfélag og við eigum að standa vörð okkar menningu og hefðir. Mér finnst rangt þegar að hefðbundin jólamatur eins og hamborgarhryggur tekinn af matselum á sömu stöðum. Það ekki að því að það svínakjöt. Það ekki, ég held að það sé ástæðan. Þeir sem að flytja hingað eiga aðlagast íslensku samfélagi og virða okkar hefðir. Íslenski kallmenn nauðga mest, ræðið og hræðir. Ég held að geta ekkert allir aðlagast íslensku samfélagi og þú veist, þú getur ekkert gert hvert sem að bara eitthvað Íslandingi. Þú getur ekkert breytt mér í Japana heldur, sko. Þú myndir ekkert aðlagast afgansku samfélagi, þú færir ekkert í 9 ára stelpur bara við það að flytja til Afganistan, það? Nei. Það er eitt mál sem við ætluðum að ræða, sem við vorum búin að tala og það var chat control sem var að fara fyrir ESB. Já, anskotin sjálfur. Og það sem að mér fannst kannski áhugaverðast í því, hefur fylgst með þessu máli, Stefán? Já. Að það er að það er meirihluti þingsins tvisvar röð sem fer gegn því, en það fer samt í gegn. Af því að það er, þú kannski útskýrða fyrir áhundum, þú ert eflaust mjög vel inn í þessari stjórnskipan, en það er Evrópuráðið, það leggur þetta til, það er ekki, þó svo að þingi sé ekki sammála, þá fer þetta upp á annað afgreiðslustig og þá þarf aukin meirihluta til þess að hafna lögunum og þetta embættismenn mikið til og maður finnst ekki droslega lýðræðislega einhvern veginn uppbygging og þarna verið að falast eftir því að skanna skilaboð manna á milli í massavís. Já, eins og þú segir, þetta flókið stjórnskipulag sem að miðar að því að geta komið málum í gegn eða stöðva þau á efri stígum. Þetta er svona, má kannski segja í stað þess að vera með efri og neðri deild eins og gjarnan uppi. Þetta með chattin og eiginlega gervigreindin mjög áhört mál og þeir hafa bent á það sem að auðvitað vekur manni ákveðin að löggjöf í kringum gervigreind veikari heldur en löggjöf í kringum samlokustaði, sko.
þetta alveg rosalega óregulera kerfi og það kannski líka vegna þess að það þróun á því svo svakalega hröð og menn vit ekki nákvæmlega hver þróun Stefán, þetta tjattaði mig, ert að ræða gervigreindina, Helgi varst að miskilja, hann að ræða með skilaboðskönnum. Chat control 1.0 þetta heitir það sko. Það er að skanna skilaboð í massavís á grundvelli Já, en það lítur að gervigreindin og þróun hennar. Fyrirgefðu. Já, það í samhengi. Ég held að það verið miskilningur. Og þetta eru hlutir sem að menn, þetta byrjar að koma upp þegar menn sjá hvernig gervigreindin getur, hvernig þetta að nota hana til að búa til efna þessu tægi. Og þetta eru hluti sem eru mjög vant með farnir og menn segja, eigum að kontrollera þetta bara eins og samskipti milli fólks milli fólks í heimi tækninar og fyrir því geta verið rök og reyndar vitum við það að leyniþjónustustofnanir, sérstaklega Bandaríkjanna, skanna samskipti manna, eða ég held að við vitum það til þess að allir þeir sem að nota Gmail, eða allt sem þar fyrir gegn, það fyrir gegnum síur hjá leyniþjónustustofnunum Bandaríkjanna. Já, gömlu sambandsríki Breta gerir þetta líka, Five Eyes heitir það. Já, og þetta sem var þarna sem þjóðarökjustofnun Bandaríkjanna á með. Og þetta eru hlutir sem að menn veltaði fyrir sér þegar Evrópusambandið að veltaði fyrir sér hvernig getum við regulerað þetta og getum við haft kontról á þessum kerfum. Er það hægt? Í ákveðnum tilvikum á færa rök fyrir því að það sé réttlætanlegt þegar það hægt á misnotkun til dæmis gagnvart börnum eða einhverju sem eru veikir fyrir eða til dæmis bara smáum þjóðríkjum eins og okkar sem eru veik fyrir, þá má velta þessi getur verið að þessi eðlilegt að setja slíkt regluverk. En þá vaknar aftur spurningin, þó að við setjum regluverk þá gera aðrir það ekki sko. Þannig að þegar Evrópusambandið annars vegar eða Bandaríkjamenn taka ákvörðum að gera koma einhverju lagasetningu á þessa tækni samskipti fólks á milli, hvernig munu Kínverjar gera það, hvernig munu Rússar gera það og aðrir í þeim efnum. Þetta er mjög vant með farið. Menn hugsa líka alltaf með sér, já ok, þú veist það einhvern veginn geta allir verið sammála því, já við viljum tryggja það að barnaklám sé ekki eða þú veist miskunum á börnum, það eru allir þar, allir sem eru allavega eðlilegir og heilir í höfðinu. En svona þeir sem eru á móti þessu segja já, en er þetta ekki bara afsökundi sem geta verið að skanna skilaboð frá fólki vinstri hægri og skipt sér að því? Jú, sko, ef þú trúir því að þetta snúist barnaklám, þá er ég með hrikalega flottan turn í París, hann er mjög ódýr og ég til ég að selja þeirra. Nei, þetta er hvað getur varið með löggjöf þessu tægi? Og getur búið til varnarveggi sem að ganga svo langt að þeir munu tryggja þetta í raun og veru. Maður hefur þá tilfinninguna og við höfum séð þetta líka hvernig Bretar eru að gera þetta varðandi innskráningarkröfur og annað varðandi samfélagsmiðla og við þekkjum þetta varðandi X og fleiri hvort að menn geti verið með akkánta sem eru ópersónugreinanlegir og annað. Þetta eru hluti sem að ég geld mikinn varhug við og mér langar til að nefna eitt dæmi sem er þess eldra því ég veit ekki hvort að við tekið eftir því á eiginlega öllum stofnæðum á höfuðborgarsvæðinu verið að koma upp alveg rosalega myndavélakerfum. Það er séð þetta á svona einfaldur turnum. Það sem þau skarast, hringtorkum og alls staðar, þannig að það er eiginlega bara eitt að fylgjast með þér alveg samkvæmt. Þetta gerist eftir að stærstum hluta eftir morðið á henni Birnu, þar sem hann fór krísjúkuvegi. Og þarna vakna spurningar sko, og ég maður bara þegar ég var að byrja samband sjálfstæðismanna, þá var verið að ræða þetta sko, hver er persónulegur réttur okkar í samfélaginu til þess að ekki að fara að huldu höfði, þetta eru að vera laus við það að yfirvöld geti fylgst með öllu sem við erum að gera. Og núna er þetta orðið þannig að það er bara myndavélar út allt, kannski er það þróunum bara því að við erum með myndavélar ég er með nokkra myndavélar þessum eina síma hér sko. Við vitum hvernig þetta er í Kína. Já, við veitum hvernig, og þeir hafa kontroll sínu fólki með þessum hætti. Heldur betur. Það er, ég veit ekki hvort að við getum ráðið við þessa þróun. Út frá því að það eru myndavélar allstaðar og nú er nýjasta dæmi að stjórnvöld vita núna frá mánuð til mánuða hvað ég keyri mikið vegna þess að ég er skyldur til þess að gefa þeim upp kílómetrastöðuna á bílnum mínu. Og spurningin er bara þurfa þeir ekki líka að fá aðganga kreditkortinu mínu þannig að þið viti hvað ég var að versla
væri það ekki gott fyrir samkeppniseftirlit að vita hvað ég eyti miklu mat í síðasta mánuð? Þá er nú þægilegt að vera með svona digital evru. Já, og það er eitt af því sem að menn lögðu til Viðreisn sem að kalla sig frjálslynda flokk, skipaði starfshóp þegar Benedikt Jóhannesson var fjármálaráðherra í stjórninni 2016-17 og þar bara komið þeir fram með þá sjálfsögðu kröfu að við myndum hætta með peningaseðla. Kjartan Kjartansson geti stjórnað allur kolefnisspori á Íslandi alveg með aðri hendi. Nei, þetta digital evru maður. Það er vont þegar við segjum eins og þegar ég segi hér getum við stöðvað þessa þróun. Við erum að fara hraðbyri inn í einhvern nýjan veruleika með öllum þessum tækninýjungum. Það lítur að sérstaklega gervigreindin sem getur orðið falsað veruleikan og við erum erfitt með að átta okkur á því hvað er satt og við erum að fá inn á ritstjórnuna hjá okkur, gögn og efni sem að er stundu falsað án þess að við erum auðvelt með að átta okkur á því. Það eru heilu deildirnar í stærstu fjölmiðlum heim sem eru að verifæja myndefni, ekki bara á stríðsráðum svæðum, heldur bara úr samfélaginu almennt. Og ég kann ekki svörin við þessu. Það er flókið. Já, og maður er hræddur. Ég myndi leggja siðferðislegu spurninguna fyrir fólk þegar og þetta verður sama dæmi þegar vera fólkið sem er að leggja til að verði fylgst með öðrum. Það mun aldrei gúttera að það verði fylgst með öllu sem þeir gera á sama hátt. Þetta er sama fólkið og þegar þau töluðum að við þurftum ekki við, heldur í Belgíu, það var í Brussel í einmitt byggingu Evrópusambandsins, það segði köttuð á loftræstinguna af orkusjónarmiðum og umhverfissjónarmiðum, á köttuður á loftræstinguna á fyrstu 7 hæðunum í byggingu sambandsins. Úrsula og félagar eru á hæðum 8-13, það var ekki kötta á loftræstinguna, þetta er bara, þið getur sannreitt þessa sögu, þetta er bara þekkt saga sem gerist fyrir nokkrum dögum. Þetta er málið með þetta, þau munu aldrei samþykja að fara sjálf undir þetta ógeðslega eftirlit sem að þau eru að leggja sjálf til og það segir allt sem segja þarf. Og það reyndar á svo margt hjá Evrópusambandinu að leggja mjög ríkar kröfur, sérstaklega minni ríkin það hvernig þau halda sig innan fjárheimilda og hvernig skuldahlutföllin eru en svo gilda önnur lögmálum Frakkan og Þjóðverjana. Þegar gertu þetta mikla kröfur í gegnum tíðina til þess að fyrirtæki skili endurskoðun reikningum og sem uppáskrift endurskoðanda. Árum saman var það nú þannig að Evrópusambandi fékk ekki sína eigin reikninga samþykkt af endurskoðundum út af göllum á þeirri framsetningu allri. En ég man að í umræðinu öryggismyndavél þá var fullt af fólk sem sagði, ég er bara alveg fylgjandi því að setja upp öryggismyndavél allan miðbæinn því að ég er ekki að fara að gera neitt sem orka tvímælis. Ég er ekki að fara að brjóta af mér, þannig að það má alveg sjást hvað ég geri. Og ég get tekið undir það, ég held að það sé fátt í einhverjum skrifum hjá mér en einhverju á milli mín og minna vina eða fjölskyldu sem ekki myndi þola dagsljósi, eitthvað því er stundu kannski eitthvað galgóparlegt eða þannig persónlegt að það væri óþægilegt en það myndi ekki valda neinu stórtjóni. En þetta snýstu þetta bara rétt einstaklingsins til þess að vera hann sjálfur og til þess að eiga eitthvað fyrir sig og í sínu lífi sem ekki er fyrir allra augum. Þetta snýst líka bara rétt einstaklingsins gagnvart ríkinu en ekki rétt ríkisins gagnvart einstaklinginu. Þetta snýr eiginlega alltaf að því. Og ég held að það er hrikalegt til dæmis ef að einkaspjall okkar í bakslæginu færi til dæmis fyrir augu almennings eða í lögregluna þá væri við náttúrulega bara beinnilega í fallöksina. Það væri ekkert rosalega gott. Ég held að sína okkur þetta cancela mér neitt mikið meira. Það er alltaf nóg búið að reyna. Þið getið reynt þarna, þið hafi nú reynt aðeins. Nú búið að skrifa svona 20 greinar á heimildinni. Hún opnaði nú á þetta þarna á MBL, hún vinkona okkar í sambandi þungra sjálfstæðismanna. Já, sínum tíma, já, svo var skrifið grein mig í Mogganum það sem að sagði að ég væri yfirlýstur kynþáttahatari en það var enda breytt frá endanum. Þú veit náttúrulega bara kynþátta raunhyggjumæður. Mér langar áður við slúttum þessu. Ég gleymdi einu randi sem ég þarf eiginlega að taka hérna. Það er fólki sem Stefán myndist á það áðan, það er liðið sem talar mikið fyrir kvenréttindum og í þessu tilfelli við þurfum að trúa konum. Þá var þessi aðili sem var rætt þessi yfirlýsti Hamas-liði í viðtalinu við hana sem kom hjá honum Frosta sem sagðist hafa orðið fyrir ofbeldi, andlegu ofbeldi og fjárhagslegu af hendi þessa manns og
og hann væri í rauninni bara yfirlýstur Hamasliði, stoltur Hamasliði. Hann gaf út fyrir nokkrum dögum einhverja tilkynning á Facebook þar sem hann var að kvart undan því hvað hann er orðið fyrir ósangjörnu umtali og öðru. Þar undir eru að læka og kommenta konur sem eru búnar að vera í fararbroddi fyrir hreyfingunni sem á að vera trúum öllum konum. Konur get ekki gert neitt ránt, þær að reynt að cancela mönnum fyrir minni hluti heldur en að setja like á svona færslu hjá manni sem er ásakaður ofbeldi. Þetta eru algjörir hálfvitar núna sem að ég vil að við munum bara tökum skjáskota vegna þess að núna í mínum augum og vonandi hjá fleirum eru þær algjörlega búnar að stimpla sig út úr allri umræðu til þess að fara hjóla í menn þegar þeir trúa ekki konu sem að er að ásaka aðilegum ofbeldi. Þetta er ógeðslegt. Ég var nú reyndar þetta er hræsni á hæsta leveli. Ég get ekki sagt að ég sé hissa. Nei. En SSRI sérsveitin. Trúum öllum konum nema maðurinn sem er brútt sem er ásakaður. Það virðist vera hjá þeim. Þetta viðtal sem að Frosti tók var mjög áhugavert og því miður höfum við mörg dæmi sem eru að svipuðum toga. Og þarna bara menningarlegan mun að ræða og það er bara menningarlegu munur á milli fólks og það fer eftir því á grunni hvaða gilda fólk er alið upp og á grunni hvaða gilda þau samfélag sem að þetta fólk býr við kemur frá og það á við afstöðu til kvenna, það á við afstöðu til samkynhneigðra, fatlaðra og þar fram til göttunum. Við höfum nú rætt Afganistan stundum, staðan í Íran, á Gazasvæðinu, hvernig farið með fólk sem ekki lítur réttum lögmálum Hamas-samtakana. Allt hefur þetta áhrif og það er rosalegt eins og í þessu tilviki sem þú nefnir þegar þessi kona sýnir þennan kjark og brýst út úr þessu. Þetta er kona sem var sjálf sanntrúuð í þessum efnum og lýsir því hvernig hún var á annari línu þar til að hún upplifir þetta eigin skinni og fólk verður að leggja við hlusti þegar það heyrir þetta og þetta er auðvitað veruleiki sem að aðra þjóðir, Norðmenn hafa þurft að horfast í augu við þar sem að heiðursmorð hafa verið framkvæmd. Það er bara ein skefjalausasta og skýrasta birtingamyndin þennan rosalega menningamun sem er á milli þessara heima. Ég sé nú hérna í merkinu ykkar nú fallegur búningur sem að vísa til mikill átaka á miðöldum. Ég var í síðustu viku í Clairvaux sem að er steinsnar frá þorpinu Colombey sem de Gaulle kom frá og það er mikið umræðinu krossferðirnar sem að er þetta flókið fyrirbæri en fyrstu krossferðirnar sem að menn lögðu út í og náðu Jerúsalem á sitt vald, menn láta átt eins og þar hafi kristindómurinn vaðið með eldi og brennisteini gegn saklausu fólki. En staðreyndin er þetta svo að þar var að eiga sér trúarlegt og menningarlegt stríð þar sem Evrópa var að verða undir. Og ef að menn hefðu ekki lagt upp í þessar krossferðir undir gunnfána kirkjunar og fyrir ávekjan Urbans Annars og Bernars frá Clairvaux og fleiri sem að lögðu línun í þessu, þá væri Evrópa ekki til í þeirri mynd sem við þekkjum í dag og reyndar væri heimurinn allur annar vegna þess að í fyrsta lagi væri kristindómurinn ekki til, siðbótin hefði ekki á sér stað sem er reyndar það sem skilur einna helst á milli kristinamanna í dag og Íslam, þar að segja upplýsingin og það sem henni fylgdi með vísindabyltingunni allri. Og það er eins gott að menn tóku þennan slag og gerðu það alla leið. Nú er spurningin hvort að Evrópubúar muni í lokdags hafa dug í sér til þess að standa og spyrna við fótum gagnvart íslamvæðingu sem er að eiga sér stað með öðru móti heldur en átt sér stað á 10., 11., 12. og 13. öld djúpt inn í Evrópu, allarleið til Spánar. Og það er styttra síðan, Stefán, við áttum í þessum slag með algjörlega beinum hætti. Það var þegar að ottomanarnir sátu Austurríki og við vorum að horfa Vínarborg og við vorum að horfa það fyrir bara nokkrum árum síðan
þar sem að yfirvöldi Vínarborg neituðu Pólverjum að þeir eru ætluðu að færa þeim gjöf styttu af John Sobieski, konunginu sem leiddi þessi árás sem að kom Vínarborg til bjargar á ögurstundu þegar Ottamandi sátt það. Ef að Vínarborg hefði fallið á þeim tíma sem að var 1590 eitthvað, frekar 1690 eitthvað. 1460 eitthvað. Já, þá er ekkert að vita við gætum verið með brúna húð í dag, talandi arabísku. Já, þér veitir nú ekkert af aðeins meiri lit með það að þú ert líka á Spáni. Hann er alltaf rauðarður. Ég hefði grunað að þú sért bara á Raufarhöfn. Ég er frá Raufarhöfn, ég er bara rauðarður, þannig að þetta er ekki auðvelt líf. Ég var til í að taka þessa umræði, ég er náttúrulega svolítið djúpt inn í þessum krossferðum núna, sko, en Við erum komið til Klervó. Já, en tíminn er hlaupin frá okkur og þetta er búið að vera frábært spjall. Sömuleiðis. Gaman að kíkja til ykkar. Já, takk kærlega fyrir að koma. Þangað til næst. Ég langar að biðja áhorfundur afsökunar því að við hafi ekki komist meira inn í kommentin en svo bara djúpt soknir vorum við í spjallin og við náttúrulega náum aldrei að gera eins vel og við viljum í þeim efnum. Ég er einhverju áhorfundur eftir, haldast menn við svona lengi. Það eru 145 að horfa eins og staðan er núna. Það hefur fækkað. Heyrðu, já. Bara takk kærlega fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Sömuleiðis.